Orðin 4, mér að 2 mínútum betur. Mötley Crüe komnir á fóninn. Það föstudagurinn 7. janúar og FM 95 Blöður hafi göngu sína á þessu drottins dýrðar ári 2017. Já, ekki að maður yngjast, það nokkuð ljóst. Ég heiti Auðun Blöndal og hér í mínu sæti og beint á móti mér sitja 2 kumpanar sem hafa að fara á kostum hér síðust ár og vonandi breytist það ekki í dag. Annar Spik Feitur og heitir Steindi Junior. Herru, ég er ekkert lengur what? Ég er ekkert lengur Spik Feitur mitt. Ég veit, ég var bara náttúrulega. Já, þú lítur bara fáránlega vel út. 82 kíló kallið minn. Ég var meira að rifja upp hérna. Að reynum kynþokka. Ég var að rifja upp evróska drauminn. Þar varstu vel búttaður, ég saknaði en svolítið þannig. Já, ég veistu að ég var upp á mitt feitasta í evróska. Ég held ég hafi verið 89,9 þar. Svo núna, hann hefur nú alltaf á hreinu, þú hefur náttúrulega aldrei verið Spik Feitur. Ég sagði nú bara svona í gríni til að æsa þessu upp. En hvernig ertu? Ég er góður, veistu að ég hef í rauninni aldrei verið betri. Ég er í ykkur stöði. Ég er mikill 13. maður. Það eru brennur í Hvað meinaru? Ertu mikill 13. maður? Já, ég er maður? bara heldur gaman aðeins. Þá ertu svo ein á landinu sem kemst í gírina því að 13. Ég vissi ekki eins og það er 13. Veistu að, mér finnst gaman að fara á góða brennu, sjá flugeldasýningu, sjá ykkur á Nornir og drastl og allir að syngja hérna Stillir hann og rauður loginn. Bara mér finnst 13. lög. Mér finnst það geggjuð. Þetta er veist það, af mörgum skrýtnum sem sagt í þessum þætti og sétt mikill 13. maður. 13. lög eiga að vera spiluð á nætuklúbbum, ímyndaðir og væringsstaðar á besta stað í bænum, klukkan orðin 3:30 nóttina, djammið að klæmaksa. Þú ert ofurölvi eins og yfirleitt. Ert á miðjugólfinu og allt í hennum bara Stillir hann og rauður. Ég vissi ekki eins og þetta væri 13. Ég nenni ekki að tala við þig lengur. Egill Einarsson, ert þú mikill 13. maður? Nei, mér gæti ekki meira saman. Ég held að séu bara allir Íslendingar þannig. Það er að ykkur. Ertu kannski 13. maður að því þú ert búin að finna rástæð til að detta í það í kvöld? Nei, ertu eitthvað klikkað? Ég er fjölskyldumæður, ég er bara að fara að brennu. Bara með allt á appelsínu máliðu dautt. Já, ég held að það væri kannski eitthvað svona bara, ég er mikill 13. maður því þú ert búin að ljúga því að það er alltaf svona. Fyrst að setja eftir þig. Mér finnst þetta bara svo skrítin lína. Þú heldur það ennþá það ekki. Þú heldur ennþá ég sé að fel eitthvað og ég sé að fara að bralla eitthvað. Nei, alls ekki. Þetta er svo rugglar þetta. En, já, þér er drullustam á þessi 13. Egill. Já, nei, ég vissi ekki svona væri þetta sko. Nei, ég var varla búin að tengja hann hvað þetta annars. Ég er bara mjög góður. Hæ, gott að heyra. Ekki kalla hann akfeitan. Offittu sjúkling þetta líka? Nei, bara massaðar og flottur. Mér líst mjög vel á þetta ári. Verður þetta þitt ár? Já, þetta verður besta árið okkar yngar til. Gott að heyra. Já, veistu, ég finn það. Þetta er okkar ár, einhvern veginn. Mjög vel í mig. En gaman að skuli segja að þetta verði hérna gott ár og okkar ár því að samkvæmt völvunniðinu sem að þú samtir þá degi í mass. Það var alveg viðbjóður. Það er þetta alveg hræðilega fréttir. En mamma var að hlusta á þáttinn sko. Hún bara, mér snart svolítið gróft á hann Agla segði hún myndi deyja. Það er ekki eitthvað sem að móðiðin vill heyra. Skotin í baki. Maður þarf stundum að hugsa svona að mamma er að hlusta sko. En segir bara að sonum að sé að deyja. Þyrftu ekki að taka hérna fyrstu helgin í mass og henda okkur út að borða eða eitthvað svona, vístu, þú ert að fara að kveðja hérna 13. mass. Það er gaman að heyra eitthvað strákant til svona áður. Vona að þessi völvans Egils standist ekki, en við erum með fanta þátthand ykkur í dag, kæru hlustendur, við erum allir í stuði. Steindi sennilega í mesta stuði því að hann er mikill 13. maður. En framöndan erum við með sturla staðarindir að hrossaskít, svínamaðurinn sem hefur slegið gegn í okkur á snappinu er að fara að taka sitt fyrsta símtal. Eiginlega ekki símtal. Ég hringdi í dýralækni og sagðist vera með svín sem væri brjálað og það er Pétur Jóhann að leika svínið. Já, eftir að heyra þetta. Já, við tókum þetta upp fyrir í dag og ég lofa ykkur að það er mjög gaman að þessum. Þannig að svínamaðurinn, hann er hérna á sínum stað. Katla Margrét og Logi Bergmann kom í heimsókn. Já. Ekki ástæðalösu. Nei, þar er ég nú bara að plugga mínum eigin sjónvarpsþætti í útvarpsþætti sem er mjög sniðugt. Já, maður þarf að láta þetta að tengjast. En það er nýr þáttur að byrja á Stöð 2 á sunnudaginn sem heitir Satt eða Logið og þar er Logi Bergmann, hann stjórnar þættunum og við Katla Margrét erum svona fyrirlegar. Og eigum við ekki bara að taka smá dæmi á eftir og leyfa kannski hlustendum svona, þá kannski að leifa mig að heyra hvað þátturinn snýst. Jú, fara bara í Satt eða Logið með þeim. Já. Ég held að það sé mjög ráðlegt. Þú er átt margar verri hugmyndir. Það fyrir að fá þig eitthvað spjall, já, þátturinn sundag, gaman í ykkur. Fáðu bara til að sína okkur hvernig það virkar. Já, við förum í Satt eða Logið með Kötlu og Loga eftir í lofa ykkur því. Svo er spurningakeppni Gilsarans. Stendur það ekki hérna? Þú ert búin að skrifa þetta sjálfur, Egill? Það er klart. Skrifa hræðilítla. Já,
svo máttu nú ekki Það er því að drífa mig. Máttu ekki gleyma að koma inn á og það er brakandi fest Íslands slúður í dag. Já, veistu að ég held að séu margir sem fagna því. Það er búið að vera í góðri pásu. Það er búið að vera í pásu en enda fyllist innboxið á meðan og það var nógum að velja og ég... Getur þú gefið okkur nafn? Eitt nafn? Hver er að skýta á sig? Hver er í slúðurinn í dag? Gæti nú svo sem alveg gert það en það er til dæmis maður sem er margtilnefndur til hlustendaveluna. Búinn að vera aktífur í ár, í fyrra og búinn að gera góða hluti. En var því miður aðeins að skýta á sig núna nýlega eða svona nána tiltekið á aðfangadag og það er Frikki Dós til dæmis. Nei, Frikki því miður, Frikki Dós það er bara alveg hrikalegt að heyra það er aldrei gaman það er skellur fyrir hann. Nei, og svo var líka vesen á einum töframanni og fleira. Það er alltaf ekki að heyra þetta í íslenska slúðurinu en eins og þið heyrið, kæru hlustendur, að þá erum við miklu stuði fyrsti þátturinn á 9 ári og já, ég held að hann loði bara góð og svei með það. Við fórum í flottulega-keppnina hér í lok síðast árs og þá vildi ég nú meina að þetta hefði verið besta lag 2016 þannig að mér er alveg við hæfi að byrja nýtt ár á því. Þetta er The Weeknd og lagið Starboy. Þekkir ekki Starboy með Weeknd? Jú, ég datta aðeins út en við erum nýbúinir að starta þætti, klukkan er 10:04 og vanalega væri komið að slúðri. Er eitthvað í hotinu? Vanalega það er bara okkur að fara að breyta út af því. Nei, ég segir svona. Já, ég er með fínasta slúðurhand ykkur. Vonandi er nú Nicolas Cage í þessum pakka hér. Nei, Nicolas Cage nær ekki í slúðurpakkan í dag en Kim Kardashian, hún er byrjuð að láta til sín taka aftur á samfélagsmiðlum. Já, hún er mætt aftur. Já, eftir góða pásu. Fekk fyrsta myndin hennar yfir 4 milljónir likes eftir að hún mætti. Hún hefur ekki, sem sagt, farið inn á samfélagsmiðlana eftir að hún var rænd í París. Hvað er á Instagram með hennar? Og hún er líka komin aftur á Twitter og komin aftur á Snapchat. Getur fólk ekki þú veist, þarf að fara að taka bara hálfsás pásu eftir eitt rán eða? Já, sko, það sem að mér steiktast í þessu er að það er allir fjölmiðlar að skrifa það að aðdándur hennar fögnuðu þessu mikið. Já, allir bara shit. Hún hendi nýja selfie að sér á barninu maður. Hvað veist, hvaða djók er þetta? Ég meina, ef þú væri rændur at gunpoint sko þegar þú ert að setja eitthvað á Instagram og eitthvað svona ég bara viðurkenna, auðvitað er gaman að fá like það vilja allir fá like á Instagram 4 milljónir? Já, það er svolítið sniðut hjá henni sko ég veit að en að aðdáðundur hennar skuli fagna hún sé mætt aftur hverjum er ekki dröggur sama þetta eru svona sama liðið og þetta er svo Justin Bieber hann er bara Justin Bieber, mér finnst ég skil þegar aðdándur hans fagna hann sé að gefa út nýtt lag af því það er eitthvað sem gerir eitthvað fyrir þau en að Kim Kardashian sé að setja nýja mynda sér inn á Instagram hver fagna því bara yes, hún er komin aftur maður það er það sem hún gerir, það er vinnan hún er að model já, mér finnst þetta bara svo skrítið en sko, ef þú verið rændistafar at gunpoint innan fyrir utan myndur þú henda þér af Instagram í einhver tíma eða? Hún var náttúrulega rænda þegar hún var alltaf að sína á Instagram hvað hún átti flotta skallið ekki 13 vikur, hún postaði mynd fyrir 13 vikum það kemur 13 weeks ago síðan kemur bara 2 days ago myndin sem var að setja inn til 13 vikna pásu keirir í 4 miljón likes út af því að þetta er annars niður tók pásu, hendir mynd og rakaði inn like þetta er hugmynd fyrir fólk takkar góða pásu pásu talandi Instagram þá rættum við það nú í síðasta þætti í síðasta þætti að Jennifer Lopez og Drake eru byrjuð saman og settu mynd af sér á Instagram og settu bæði sömu myndin á það er eitthvað meina kúra með lokuð augun allir er sammála því en það eru nýja fréttir þessu bari ég held að þau eftir að vera svolítið í slúðri sko þetta er sniðugt move hjá J.Lo af því að ekki að ég er mikill J.Lo maður mér finnst lögin hennar góð hún er líka bara hún er frábær hvað segir maður flytjandi og bara listamaður ég byrði ítrekkað að spila Jennifer ég ætla að spila Jennifer með blokk en þannig að ég er ekki að gera lítur henni bara sem tónlistarmanni eða neitt sko en þetta er sniðugt hérna því að hún hefur ekkert verið það mikið á milli tannana fólki hún var komin bara með sýningu í Vegas og þannig að þetta er sniðugt move hjá henni upp á að næla sér í Drake publicity var þetta bara move ég veit ekki það er aðstæðanlegt fyrir mig eitthvað sköllóttan útvarpsmann á Íslandi að vera að tala þessi move hjá henni kannski er hún bara ástæðangin á henni kannski hugsa hann þessi Drake sem er í hann með það næla mér í hann ég held þetta sé alveg kolbila leið það vekur aðtekli allavega því að hún er núna bara í öðrum hverju slúðupakka og það nýjast er að hún neitaði 100 milljóna króna giggi á áramótunum því að hún vildi vera með kærastan sínum og þau ná ekki það mörgum kvöldum saman ég meina þarf hún publicity ef hún er að neita svona stórum samning nei, sko, hún þarf ekki pening þar eru sko
þú mátt ekki miskila mig, það mikill munur á að þéna mikinn pening en svona liður orðið, hún bara hún háði að vera í sviðsljósinu þannig að bara, hún vill ekki að stjarna sín dali Nei, ég skil þig Þannig að það er það sem ég var að meina En allavega, hún neitaði 100 milljónum og Drake lítur að vera nokkuð skemmtilegu maður fyrst að það er þetta neita að gigja upp á 100 milljónir Ég seti þetta spurningamarki á það sko Ég held að það sé hundleðilegur sko Þetta er Ég hef ekki tyrst að segja marga brandara sko Ég veit það ekki, ég bara sko ég er að rannsaka Instagram með þess Mr. Weird Hvað myndir þú Þess að dánaði menn hann reyða svip sem alltaf Þú reyður og horfir í kamerun Myndir þið neita 100 miljón króna giggi fyrir eitthvað? Mér þetta er rosalega vænt Ég menn ef 100 milljónir er 500 af þeim á áttin og bankabók það er skýt sama en ef þú átt ekki krónu þá tekur þið því giggi það er bara hannig Svo er það Ég myndi segja að allir á Íslandi myndi taka þessu giggi Þetta er svo að hýtti þið blöð en það getur gigga á áramótunum og 500 kall Nei, þetta er nú ekki svoleiðis Þú veist, hún J.Lo drullar skilur Þó drullikast, þá eru 100 miljón alltaf 100 miljón Þú veist, þetta að vera að bjóða $1 million Tekur það ekkert upp á götunni þó þú sétt Maldríkur, sko Góða punktur blöð Í lokin ætla að segja ykkur frá David Beckham Því að þetta finnst mér skrítin frétt Hann brjálaðist víst í einhverjar áramótaveislu Hann var stattur einhvers staðar hérna í fríi áramótin Fór með Gordon Ramsay og fleirum Og var stattur á Maldíveyjum og þar voru eitthvað skemmtiatriði í gangi og eitthvað en þar var líka mættur einhver fyrrum stofnandi McLaren-liðsins í Formúlu 1 og hann heitir Ron Dennis og hann var vist fullur og leðil og settist við borðið og Beckham brjálaðist og það stendur hér að hann hefði öskrað á hann og látið hann heyra það Þá hefur þessi gæði verið hundleðilur Já, því að Beckham er vel kurteis maður Já, en hann satt með skap, sko Hann mannstæðlega menn voru að fokki í honum inn á vellinum, sko Hann lasaði við mönnum, sko Ég held að sé samt mjög skrítið að sjá David Beckham brjála Ég bara, Hann hefði hann tala Það væri örgulega minnst scary moment sem hægt að lenda í að láta David Beckham standa upp og ausi við sig Nei, Nú myndi að horfa á hann og vera bara, heyrðu Hann er vel fjörbraður bara eftir 10 sekundur Þetta er hvað klikkaður Hann er vel skreittur í toppstandi Já, en þetta er ekkert scary Hann myndi standa upp Dutta í burtu Ég var þetta og sagt þetta, hvað þú að gera? Eitthvað svona, hann æsa sig eitthvað Maður er bara, heyrðu það í þeim Þá er bara Heldur að þú getur barið David Beckham stundum? Alveg í klessu Eftir potletur að 100% Egin, heldur að það steindi getið barið Beckham? Já, Beckham er svo snöggur, sko Hann myndi bara halda hann frá sig með stungum og vinna í skróknum Já, sko, miklu meiri íþróttamæli Ef Beckham er að hlusta Ég skora hann á hólum En ef að steindir er hálstökja á honum þá heldur þetta getur við þess Hann myndi ekki sleppa frá mér Ég myndi leggjast ón á hann Ég myndi ná honum Hann kemist ekki undan þér Aldrei, ég myndi leggjast ón á hann og kirkjan Talandi ef að David Beckham er að hlusta Ef að okkar maður Björgóli Tór Eru þið orðnir vinnir? Nei, sko, gaman að koma inn á þetta Af því að ég er náttúrulega búin að tala um það hérna í þættinum Þú ert búin að tala um það opinskátt ofta og vilja vera vinnur hans Já, ég held að veri Já, ég held að ég myndi svona fitta vel inn í líf hans Ok, en segðu mér núna að því ég veit að þú ert kannski líka stundum að segja þetta bara hérna í þættinum En hann gæti verið að hlusta Það er ekkert svo surrealist að hann myndi heyra Hann gæti verið að hlusta Björgóli Tór, ef þú ert að hlusta þá segjum við enn og aftur að Steindi vill vera vinnuðinn Ég væri bara til að fá flugmiða inn í lúuna miða sem stendur bara Steindi Það er flugvél, núna er bara Reykjavíkflugvél engaflugvél, að býða eftir drulla þér yfir og förum, þú og Beckham Ok, en segjum að bara engin Beckham hann eitt Ef að Björgóli Tór Ok, segjum núna bara, nú er ekki að fýblast Ekki eitthvað að segja, auðvitað myndi gera hugsa þetta, ef að Björgóli Tór myndi heyri þér í dag, bara eftir segja bara, ég var að hlusta á þáttin hérna ég græði að númer 1 í gegnum Jón Ásgeir ég veit það ekki, bara græði að númer 1 og hann myndi segja, ég er að fljúa til New York, verð fram á sunnudag kemur með Mjög fari í kvöld Ég meina, ég er bara margum að segja Ég er í 13. stuði og hann myndi hringja 13. En þið er aldrei að fara að gera þann, sko Nei, ekki segja aldrei Svona maður, Björki Tór Hann er að hanga með mönnum sem, þú veit Hann nennir ekki að hanga Akkurat hann ekki að nenni að hanga með Svona efnamikill maður á efnamikla vini Þannig virkar lífið Steinþór Hann geti fengið þig kannski einu svona ári sem eitthvað trú Mér finnst bara svo skrítið Þetta geti verið svona bara, hörðu, ef að fá trúðin Og þetta þannig kvöldið Og þá okkar þú flógin út með engátu Þú skottast þarna eins og trúður Þannig hann er aldrei vinur Góður punktur Mér finnst þess að við séum nú vinur nú þegar Egin lítið naglan á höfuð Bara ég og hann á íshokkjuleik í London Báðum eina Salem Lights Íshokkjuleik í London?
hvar spilað íshockey í London? Nei, hvar fer hún á íshockeyleiki? Ég veit hann mikill íshockey bara New York Reddar 2 milljörðum þá áttu break annars ekki því miður annars ertu bara trúðurinn að hangi kringu þetta hárrétt hjá Agli, við ætlum að enda þessum nótum þetta var fínasti slúðupakki þó ég segi sjálfur frá hér rétt anda við hornið kortmyndur frekar og íslenskt slúður Glamour, glæsilegasta tískutímarit landsins fylgir núna með stóra og risapakka 365 Útsalan hafin við erum á móta Kringlunni og við erum á móta Smáralind Komdu bragðlaukunum á bragðið Serrano, Fresh, Happy, Max FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða Tónlistamæðurinn Ollie Murs sem að sló í gegn í X-Factor á sínum tíma með lagið Grow Up sem er kannski eitthvað sem við drengirnum mættum skoða eins Nei Fínasta lag hjá hann, þetta er toppmaður Maður á aldrei að þroskast Já, maður á kannski að þroskast en maður á ekki að eldast en ekki að þroskast Nei, ég veit það ekki Já, ég veit það ekki, maður á bara að vera feskur Press, drullu saman allt Nei, ég segi það ekki Keith Richards sem það mætti fyrir mig eitthvað Það er komið að dagskrárlið sem heitir Hvort myndirðu frekar Og þessi verður alltaf svona erfiðar finnst mér sko Já, við samt ég var að skoða Við höfum ekki tekið hann síðustu 2 eða 3 þætti Hann er búin að vera sem að pása þessi liður Ok Og hann ég er með 3 áhugaverðar spurningar að mínu mati Og ég spyr drengina Hvort þeir myndi frekar gera þetta eða hitt Þetta er ekki flókið Þið tilbúinir? Já, klárir Já, klárir, þá fyrir við hvort myndirðu frekar Og ég spyr ykkur drengir hvort myndirðu frekar Vera besti töframaður landsins Bara besti töframaður á Íslandi Besti töframaður á Íslandi? Já, eða besti sundmaður landsins Hvort myndirðu velja? Besti töframaður? Já Hvað stendur það eitthvað í þér? Nei, ég er bara svona spá í hvernig það myndi fara fram Hvað væri bara með eldveskið og Það væri með spilagaldran á hreinu eða? Ef þú ert besti töframaður landsins þá hlýtur að geta gert eitthvað magna En er það besti sundmaður bara á Íslandi? Já Bara Íslandi? Já, það er landið Kallkins sundmaður á Íslandi eru frekar slakir sko Hversu góður? Þannig að þó ég er besti íslenski Kallkins sundlega gómurinn þá væri ég frekar slakur á heimsmælikvarða Er það sant? Hvernig eru þeir að standa sig? Stelpurnar eru miklu betri veist mér þessa dagana Já, þær voru að setja eitthvað met En sko strákarnir eru allt niður sig Þannig að ég væri bestur í því Þá væri ekki eins og topp 10 í heiminum Mike Phelps myndi pakka mér saman Já, hann er náttúrulega bara eins og höfrungu líka sko. Þú átt ekki að vera með það besta allra tíma Ég þarf að vera salt í gröðin sko. Hvað græði ég að vera frábæri sundi? Örn Arnarsson Hann var út allt styrk Hvað græður að geta látið tígul 8 hverfa? Ég er besti töframaður landsins og fylli háskólabíó hver einustu helgi Hver er að fylla háskólabíó? Hver er besti töframaður landsins í dag? Af því að þú hugsa bara um peninga í ill Hver er besti töframaður landsins í dag og að fylla háskólabíó hverja helgi? Getur þú sagt mér það? Ég hef ekki séð neina sýningu í háskólabíó núna Ég fór á töfrasýningu í Vegas Já, við erum að tala um landsins Svo sýning var frábæri í háskólabíó Við erum að tala um hver er besti töframaður landsins Alveg svo þú getur fara að sé Michael Phelps hann að græða ágætis pening hann var kannski að synda í Vegas Já, það er ekki að segja ef ég var jafn góður á hann þá hef ég valið sundmanninn Já, en þú okkur heldur að vera best á Íslandi En okkur heldur að vera eitthvað ríkur að vera besti töframaður Íslands Okkur geti ekki bara verið álfur töframaður Það er ekki langt bestur eða Nei, ég segi bara besti töframaður landsins Einar getur alveg galdra risaðalur á sviðið og græða og gert sko Kannski er hann bara besti töframaður landsins, maður veit það ekki Já, sko Ég held að Einar Mikael sé sko Ég meina hann getur tekið fólk í tvennt Hann getur græja fíl á sviðið Hann er náttúrulega ekki að taka fólk í tvennt Þetta er náttúrulega bara einhver kassi sem hann Þannig að þú myndi vilja vera besti töframaður landsins Ég meina hvað myndir þú að kalla þig? Það eru 999 sæti í háskólabíó Töfragilsi? Með sýningu? 999 sæti Já Þetta er mjög einfalt Þú ert ekkert að fylla háskólabíó Á góða töfrasýningu finnst mér mjög eðlilegt að rukka inn 6 og 9 Þannig að ég er að taka þarna 6 og 9 á góða töfrasýningu? Ég er að taka 6,8 kúlur á hverja sýningu Og ég er að tala ég get verið með föstlaug allar helgar Þannig að ég er að fá Það er ekki 1000 manns að koma föstudag og laugardag á töfrasýningu Ég er að fá 13,7
á helgi. Ertu byrjar að drekka eða? 13,7 á helgi. Já, ákveð er þá ekki besti töframaður landsins? Sem er 52. Segðu mér eitt núna. Ég er toppmálum ef ég er besti töframaður landsins. Veistu að þú hlýtur núna að vera að reyna að pyrra okkur. 716 milljónir á ári sem töframaður. Já, ákveð er þá ekki besti töframaður landsins núna að þessu? Herðu, Ari Eldjárn, hann er ekki töframaður. Hann heldi núna í 4 sýningar í Háskólabíó, 999 sæti. Rukkaði miðan einhver 5-6 Hann er ekki töframaður. Hann gerði þetta bara like that og hann galdra ekki risaðal á sviðið sko. Hann stóð hann einn og svo trúður sko. Ég er enn á sviðinu og allt inn er risaðal fljúandi yfir salin. Risaðal fljúandi? Hvað ætlar að fá hana? Hvernig ætlar þetta risaðal fljúa? Hvað ætlar að fá þess að risaðal? Það er að ég sá í Vegas um daginn. Risaðal fljúandi á sviðið? Já, kom yfir allan. Hún fór yfir sætið mitt. Já, hvað það gerir því? Egil, ertu ekki að ná þessu? Þú varst að segja á hann, Egil, að þú ert besti sundumæður landsins, þá næri ekki að þér neitt af því að þeir eru ekki að gera neitt. Besti töframæður landsins, ákveður hann þá ekki að þessu núna? Ákveður ekki að láta risaðalu koma fljúandi? Ég ætla samt ekki að ljúga ykkur, ég var alveg til að sjá stóra risaðalu fljúa hérna yfir. Já, þið er ekki svona vitlaus. Steindi, hvað segir þú? Þú varst hneykslar á töframæðunum. Hann er bara að hræra hérna í mér með þessi fljúandi dýr. Ég geti verið, ef ég er íslenski David Copperfield, ég er bara jafn góður á hann nefnum bara á Íslandi, þá get ég fyllt Háskólabíó sko. Alveg svo ef þú ert þinn íslenski Michael Phelps, þá ertu líka moldur ykkur. Þú varst að segja, væri hann ekki? Nei, og ég líka að segja, þú ert ekki Copperfield, þú ert bara besti töframaður Íslands. Ég myndi segja að Einar Mikael sé mjög nálægt því að góður á Copperfield. Ertu eitthvað, herðu, taktu brenninu á hérna, hvað er þetta? Reykti eitthvað eða? Við erum að tala Ég er mikil að trúa á Einar Mikael, minnst á toppmaður. Hann sé ég góður á David Copperfield? Já, hann er að taka skrefið. Hann er að vera jafn góður á hann. Hann selur eitthvað nokkra búningi í Hagkaup. Hvað segir þú, Steindi? Það er enginn að taka neitt skref í neina átt þetta. Sko, máli er að, sko, með sundið. Eina sem er, finnst ég ákvæmt til sundið þarna, því að mér finnst bara, það er ekki fyrir mig að vera að synda fram og tilbaka í vatni, sko. Mér finnst það bara skrítið, sko. En það getur hjálpa manni í lífsháska. Sammála. Ég myndi velja sundmannin persónulega. Þú veist, ég get ekki synd. Ef ég reyna að synda. Hvenær getur þú lent í lífsháska? Þetta fullur úr Herjóli? Ég er að synda. Ef ég myndi detta úr Herjóli, segjum að ég myndi detta og fara úr Herjóli. Þá myndi ykkur fyllip þetta kasta til þín svona bauju? Nei, málið er að sko ángríns. Ég kann ekki synda. Ég syndi, þetta er sko einhver hundasund og bringusund blanda saman í eitthvað drasl. Ég er svona, næ, ég halda mér á floti. Bara maðurvari? Í svona 4 mínútur myndi ég geta haldið mér á floti. Max. Þetta er auðveldasta hvort myndur frekar sé farið á æfinni. Ok, þú tekur töframannin. Steindi, það er búin alltaf mikið tími. Hvað segir þú? Þetta bara sundmannin. Ég tekið sundmannin líka. Já, ég meina, ég var alveg... Ég ætla að gera lítið úr íslensku sundmannum. Ég held að það sé bara að standa sig mjög. Já, ég er að fara að standa með Háskólabíó. Fylla Háskólabíó, einmitt. Þú og... Hverja helgi? Föðslau. Einmitt. Þá er það næsta spurning. Ég veit reynda núna, ég var bara að gleyma í hvort myndir frekar að Egill hugsa bara pening. Hvort myndir frekar vera besti, hérna, nei, ekkert besti, bara hvort þetta velja núna, hætt að vera trúðar hérna og einkaþjálfarar og eitthvað. Hvort myndir vilja vera læknir eða lögga? Ég veit svar fljótt. Sko Þetta er mjög krefjandi vinnur. Já. Það er krefjandi að vera læknir, það er krefjandi að vera lögreglumaður. Málið er að ég er mjög... Andlegt álag í báðum vinnum. Já, en ég er mjög góður, ég er alltaf í álagi. Það er álag á mér. Það er ekki líka þínu heimska álagi við lögreglu og læknir. Það er þannig álag. Hvað, því að þú ert að fá einhvern í lestur á steypustöðinu? Þú ert að kvart undan álagi á hana því að Birgitta var á leiðinu? Nei, maður er sko... Ángríns, það var bara Birgitta högt á leiðinu. Það er bara allt og mikið hérna núna. Það er álag hjá Steinda. Herðu, veistu hvað, talandi svona Birgitta Haugdal, ég væri alveg til að skella einu góðu írafarlagi á þetta. Já, já. Sko, allavega, ég verð bara að segja ykkur eitt. Það er álag á mér. Mikið álag. Glæsilegt. Maður er í bullandi álagi. Ok, en hvort myndir vilja vera læknir að lögga? Bæði vinnunni og heima hjá mér. Heima hjá mér? Og í kringum ykkur vinnuna. Það er álag úr öllum áttum. Og þannig að ég myndi fungera vel í báðum þessum störfum, ég veit það. Ég gæti framkvæmt flókna heilaaðgerð. Á þess að skjálfa. Ef ég á svara fyrir þig, Steindi, þá myndi hendaði miklu betur að vera að lögga, því að nennir enginn að vera með læknir, ángata sígarettur, reik og ógeð. Nú ætla ég bara að segja ykkur alveg satt. Ég gæti verið með skurðhníf og verið að krukka í mænum og heilum og taugakerfum og vera við virkilega flóknum aðgerðum. Ég myndi hætta við aðgerðina ef þú verið læknir. Já, það myndi ég reynda að gera líka. Þetta ekki að tala ég hefði bara farið í læknir. Getur þú sagt mér, hvort viltu vera læknir að lögga? Já, ég reyna að átta mig á því sjálfur. Eina sem ég veit er ég get framkvæmt flókna aðgerð. Ég veit það bara. Glæsilegt. Þannig ætlar að velja læknir þá eða? Já, ég geti líka komið að hræðilegum aðstæðum sem lögga. Jésu, Egill, hvað segir þú? Sko,
þetta er mjög vanþakklátt jobb að vera lögreglumaður í Íslandi. Og mikið að skít og og ömurlegum launum. Biggi Lögga var að fara í flug. Já, þetta eru léleg laun fyrir krefjandi vinnu og læknirinn fær læknir, þetta er toppmálum. Þú tóku læknirinn? Já, líka, þú veist, með það menn pick-up artistar út heim sem ljúga því að séu læknar til að geta löggi. Þú veist að þú getur bara, þú ert læknir. Þú er ekki svona ljúga. Þú veist að þú ert á 19 tíma vakt að leggja þig inn í einhverju kompu á ógeðslega rifni dínu að hugsa viðbjörnlega þá, Við fórum einu sinni í ferð til útlanda, nokkri félagar og Egill var nú í þeirri ferð og Hugi og Kös, við áttum allir að velja okkur starfsheiti. Þá varst þú doctor. I'm a doctor. Það hljóma svo vel sagt að fóruðu svo allir saman á pubin og heldu við sögur. Nei, bara, já, en þetta var ekki pick-up línur. Þetta var bara að þú sast til dæmis við blackjackborð eitthvað, hvað gerir þú í Íslandi? Þá sagði ég flugmaður, ég læknir, þetta var þannig. Þetta var ekki eitthvað, herru, förum og reynum þess að stelpa og segjum við sér læknir. Hann hlýtur að horta á ykkur og bara... Hvað getur Egill ekki læknir? Það væri skellur ef væri á blatsjaborði sem myndi ykkur fá hjartaáfall af borðinni. We got a doctor. Og það var bent á sterahausinn. Það hefur komið í vesen. Þú viljið læknir, Steindi, hvað viljið þú? Við hefum eina spurning eftir. Já, ég hugsa að ég myndi henda mér í lögguna. Lögguna? Já, ég gæti... Hann crooked cop. Ég gæti... Já, ég þarf mjög auðvitað að lauma bara smá kesa. Einu umslægi á Steinda. Ég myndi ekki vera að núti. Þú væri potið að crooked cop. Já, ég ætla bara að viðurkenna. Ég væri hálfspiltur, það væri hægt að blika mig. Það væri hægt. Það var síðasta spurningin. Og að því að nú er HM í handbolta að byrja. Og mér finnst svona að vantar nú pínu stemmingu fyrir því, ekki það, maður fylgir svo alltaf með og svo byrja stemmingin. Nei, fótboltinn tók við. Alls ekki. Þá eftir að byggjast við stemmingin, tala ekki að vel fer að ganga. En ég ætla að spyrja drengir, að því að landsliði handbolta, það hefur komið heim og það er búið að fara niður Laugaveginn á rútu eftir að fengu silfur á Ólympíuleikunum og svo fengu við brons og það. Ef að þið mætti velja, hvort myndi velja að Ísland myndi vinna Eurovision í ár eða Ísland myndi verða heimsmeistari í handbolta? Handbolta? Strax? Eurovision? Drullu saman Eurovision. Ég hata Eurovision. Það væri samt... Það er gaman að vera fullur í partí og vera að fá 12 stig alltaf og... Það væri ótrúlegt að vinna Eurovision. Já, væri það ótrúlegt. Við erum oftir en nálægt í. Og halda það síðan í kórnum, árið eftir. Ég held að það er vannmeta að vinna Eurovision. Nei, ég held að þið séu það ofmeta einhvern sigur í Eurovision. Þetta er bara einhver gólkeppni sem snýst ekki neitt. Allur heimurinn horfir á Eurovision. Nei, það er ekki rétt. Það eru bara Íslendingar. Nei, veistu það, það eru bara Íslendingar sem eru að horfa á þetta. Ránt. Jú. Ég á vini sem voru í Frakklandi þegar Eurovision var í gangi og þeir voru svona, hvað er að gera, voru að labba með kærastónum, ætlaðu að finna einhvern pub, einhver staðar til að horfa á Eurovision. Það vissi enginn, það gaf náttúrulega enginn pub að sína þetta, það vissi enginn hvað það væri. En það er ekkert allir að horfa á HM í handbolta heldur, Nei, en það veit enginn hvað, Eurovision, ég myndi halda í alveg að væru allt í allt svona kannski Íslandingar pluss 18 manns að horfa á þetta. Eina sem er bara, það er mjög einfalt að vinna Eurovision, en RÚV er alltaf með vægarsett buksunar á hælunum, við velja alltaf eitthvað róleg hundleðlu þess að við vitum að tapa. Það er mjög einfalt að, ég held að bara, gerið bara gott teknolag, þetta flókið það, og síðan bara gott sjó og þið vinnum. Og mjög einfalt. En þetta er ekki alveg það einfalt með handboltan. Hvort veluru, Egill, heimsmeistari í handbolta? Sjálfsögðu velja Eurovision. Steindi Aron verður sáttu þau núna. Hann er í fríi, hann er halveg injured. Þannig að hann er ekki byrjað. Ég ætla að velja handboltan. Já, ég held að ég myndi að velja handboltan líka. Svei með það. Þetta var kortmyndur frekar og það var í lengra laginu þessu sinni. Útsala landsins er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu ævintýralega góð kaup. Kringlan af öllu hjarta. Skiptibækurnar fást hjá okkur. Pennin Eymundsson. Nýbakaðar belgiskar. Vöffluvagnin við Hallgrímskirkju. Kíkt í vöfflu. Þekkir þú litla leyndarmálið á Garðatorgi? Tískuveruverslunin Momo, Garðatorgi 1 og momo.is. Momo því þú átt að skilið.
5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Þið að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og það eins og áður komið fram. Þetta fyrsti þáttur á nýju ári og það ekki hægt að byrja árið hans að fá Peter Johan í heimsókn. My man Peter Johan. Og hann mættir hérna, Pétur, verður velkomin. Já, hakka yfir, hvað segir kall? Og takk fyrir að heiðra okkur með nærveruður. Já, það var nú bara minnsta málið, ég átti nú bara leið hérna hjá. Já, ég sá að þið félagarnir voru eitthvað að fíflast. Þá náttúrulega hend bara beint í klefa. Já. Og það kviknaði hugmynd hjá okkur áramótin, mástu. Já. Ég elska þú að taka svínamannin á snappinu og við tókum hann nú upp fyrir í dag. Það bara, ég var í sundi í gær. Það var bara ungir drengir sem sátu svona saman á borði. Þú veist, ég kom upp úr lauginu og ég var að fara með arbandi á sinn stað og eitthvað. Þá byrjuði þau bara allir bara 6-8 piltar bara allir svínandi á mig. Við ætlum að prófa núna að setja hann í útvarp. Svínandi? Já. Ég ætla að hringja á dýralæknir, dýraspítala og bara fer hérna á já.is og ég ætla að láta eins og sé eitthvað að svínunum mínu og þú þarf bara að vera miljón. Það ekki flókið. Eitthvað að? Hvað ætlar að vera með svíni bara í fanginu? Já, bara eins og þessi lítil grís. Ég veit það ekki. Prófum við það bara. Bara gæludýrið? Dýraspítalinn sem Akureyri. Dýraspítali, góðan dag. Jó, góðan daginn. Herðu, ég ætla að heyra hans í ykkur. Ég er í smá vesenni hérna með svínið mitt. Já. Ég er með hérna lítið svín. Já. Þetta að fá að heyra í elfu. Já, bara svona, ég veit ekki hvað er í gangi. Það er svona eins og það er staðið í því, sko. Dögnablik. Halló, þetta er Elva. Já, góðan daginn. Ég ætla að tjekka, ég er hérna í smá vesenni með svínið mitt. Já. Það er svona eins og að standi í því en það er samt ekkert uppi því, sko. Nei. Hvað ertu með þetta? Ég er bara hérna með þetta rétt á Dalvík. Já, og ertu bara með eitt nýtingrís eða? Já, það er hérna, ég gaf honum, hann komst í fylltan lakkrís. Hvað segirðu? Hann komst í fylltan lakkrís hjá mér. Nú, jæja. Ég voru að spá heldur þetta geta verið eitthvað út af því, eða? Nei, það er nú örugglega ekki. Var ég gefið þetta svín? Já. Og ertu með það, hvað ertu með það út eða inni? Ég er náttúrulega með það úti en það er inni hérna núna. Þegar það er bara búið að láta svona, við rauninni bara allan morgun, sko. Æ, ræðvillin. Já. Ertu með það í bílskúr eða eitthvað? Já. En ég er bara að spája á, þar ég að... Nokkuð kalt á því? Hvað segir Kalt? Það sem það er? Nei, í bílskónum, alls ekki, sko. Og það er líka búið að vera hérna inni hjá mig bara í allan dag, sko. Ég held þú ætti bara, ef það heldur áfram að láta svona, þá þetta koma og... Er þetta eðlilegt? Nei. Sér að ég ætla að setja síman aðeins að því hérna að hlusta. Þetta er ekkert eðlilegt, eða? Nei. Þetta er bara mjög óeðlilegt. Já, ég nefnilega, það er aldrei látið, sko. Nei. Það er ekkert þetta að hafa það svona hérna heima, Jórsfæður, hvort þið þurfa ekki bara að renna strax. Hættu þessu hérna. Nei, það er ekki hægt að hafa þetta svona. Nei. Takk. Ok. Bye. Vá, ég kom með hausverk. Vá, maður, ég er búin að gera svo mikið svo. Ég fór overboardið. Vá, þetta tekur á, sko. Svo líka það myndi. Fólksmöðulega sér ekki að ég var að gefa merkjum að gera meira. Já. Já, er það grínast? Ég vil bara fara í nudd. En heyrðu það góma góð konu, hún sagði, ég greiði litli. Hún sá alveg fyrir svona lítið svín. Er þetta eðlilegt? Nei, þetta er ekki eðlilegt. Þetta var svínamaðurinn í útvarpi í fyrsta sinn. Hann svínvirkaði. Já, ég bara elska þetta. Ég ætla að kíkja út í einn drikk en svo var þetta bara svo gott og gaman að hún endaði alla nóttina. Já, það er einhverjum sem kannast við þetta. Minnum að svolítið að lagi Djami Kvöld. Já, svei mig þá. En við minnum á Keiluhöllina eða Shake og Pizza. Þar er skemmtilegt að horfa á leikinn og bikarkeppnin byrjar á morgun og þar er leikur Manchester United og Reading sýndur í hádeginu. Endilega tekja á því og svo er að sjálfsögðu happy hour alla helgina frá 9 til 11 og rútanir í bæ sem að stoppar hjá Lebowski. Hvernig er allir því að koma með mér þangað og taka eitt góða Newcastle-leik og taka rútuna og... Ég skal fara með þér á Shake and Pizza
anytime, detti og taka rútuna niður í bæ. Já, það verður að vera Newcastle-leikur, sko. Já, það er bara svolítið erfitt í B-deildinni. En komnið þangað? Já, váká fylgist vel með. Heldur þú bara Alan Shearer sé ennþá fram með það? Já, ég er bara mikill Andy Coleman, ég held að hann væri eitthvað. Já, hann fór til Manchester United held ég 94 þannig, eða 95. Fylgist vel með þínum önum. Hann kemur aftur, treystiði mér, hann kemur aftur. En það komið að íslensku slúðri Já, það komið að brakandi fesku íslensku slúðri og það búið að vera pása á því eins og ég sagði á hann og já, inboxi fyllist, það eru margir að kvísla í búðum og ég er mjög forvitin, þú sagði ráðan þetta tengist jólunum allavega einn mólin? Já, þetta tengist jólunum og mér langar bara að vinda mig beint í þetta. Já, góðum það. Sko, fyrsti móli, því miður, það er góðkunningi þáttarins og mikill vinur, persónulegu vinur, en það er Frikki Dór. Snillingur. Það eru Frikki átti 3 held ég á topp 10 bestu lög ársins, gerir aðri betur. Já, ef hann verður ekki valinn söngvari ársins, þá ætla ég að lemja einhver borð. Ég ætla bara að velja hann hér tónlistamann ársins 2016 í okkar þætti. Hann er reglulega hjá þér, Frikki. Okkar hann alltaf slúðum. Annars mun ég berja í borð. Sko, málið það, með Frikka, hann heldur óheppinn. Já, okay. Hann er bara, hann áða til að missa sig og það eru vitnaði eða fólki kringum hann sem er að skvíla. Já, hann er bara umhæfinn skvílun, það er bara svoleiðis. Okay. En Frikki Dór, hann var sem sagt, þetta er jólaslúður, hann alltaf jólinn í búinn og er ekki eins og búinn, þau klárast í dag, strákar. Og Frikki Dór var heima hjá foreldur sínum á aðfangadag. Okay. Konan hans var þarna og barnið og stelpan þeirra og Jón var þetta ekki. Jón Jónsson? Jón Jónsson var ekki. Já, hann ákvaði að vera heima jólinn sjálfur. Okay. Hverju stælar er þeim? En frænkas var það og frændi og það voru börn og það var fjölmennt. Amman var mætt og allur pakkin, sko. Okay. Og svo kom það möndlugrötnum. Og mandlan? Já, mandlan, hún er klassísk. Er þið ekki með möndlustalari? Jó, alltaf. Það er enda að byrja að setja því ís og eitthvað bara. Ég er ekki mikið í því. Þú verður að fá góðan graut, sko. Og það veit ekki allir með Frikka sem ég verð að koma í sinna og hann er rosalega tapsár. Já, sko, ég veit að þú semur ofta slúður í sjálfur, það er þetta ekki sent, en þetta er þetta alveg rétt í þar. Frikki Dór er mikill keppnismæður. Rosalega keppnismæður og hann er mjög tapsár og hann tekur það mjög nærri sér og verður oft í rauninni bara snældu vitlaus þegar hann tapar. Og hann byrjar að háma sér grautin. Ekki bara tapsár og það Nei, sko, ekki bara tapsár. Býttu bara. Hann óði í gegnum skálarnar. Það var bara eins og hann væri í einhverju kapplaupi. Ég fæ hana, sagði hann. Ég fæ hana, ég veit það. Ég fæ hana og fekk sér ábót og var að hrúa. En það tala möndluna. Já, möndluna, já. Og svo fær hann sér á fullu og þú veist, hvað kjafta er þetta, sagði hann? Ég er bara að mönsa þetta 6 skálar. Hvar er hún? Og það voru allir svona, já, róluðu Frikki, bara jólin og stemning og þú veist, ammans var þarna og allir góðir og það var ekkert vesen í gangi þarna. Nei. Síðan fær, sem sagt, frænkans, fær möndluna en lætur svona laumarinn í diskin hjá litlu frænkans sem er bara 4-5, sko. Og hún, býtur í hana og finnur hana og ég með möndluna og það, veist hann brjálaðist bara, hvað kjafta er þetta, sagði hann? Hvað kjafta er þetta? Hún fekk sér ekki eins og halva disk. Bravo, segi ég, bravo, sagði hann. Bravo, það var að henda alltaf í það. Svo bara stóð hann upp og tók svona rant. Þú veist, ef þau eru ekki að sleikja braskat á Jóni Jónssoni, þá er það að sleikja bara Silju. Kjafta er þetta? Fikk sér halva disk, halva skál. Maður 3 lög að vinsastu lög landsins og þetta eru þakkinnar að svindla í grötnum og mér persónulega. Og ég þetta 6 skálar á þessu rusli. Svo fer að tegir hann sig yfir borðið. Ég er ekki gauð með það. Jú, þetta er bara, það sá þetta allir. Tegir sig yfir borðið og fer svona að reyna að ná í möndluna upp í stelpunni. Og þetta var bara svona dæmi sem satan hérna við tréð einhvern veginn og tók ekki þátt í pakkaflóðinu. Og var bara... Hvað var að bli fílöll jólinn út af þessu? Fílöll jólinn og það var bara konfekt í velur sem allir voru að smakka og það var bara fyrir fílu. Þetta er skrítið. Þannig að þetta voru... Sko, Frikki þar aðeins að var slaka á. Já, það er ekki fíl út af möndlunni. Hann er svolítið mikill keppnismæður, sko. Hvað tók hann? 6 diska? 6 skálar af þessu rusli. Hvað ætlaði þetta? 6, ég er búin að geta 6 skálar af þessu rusli hérna. Sorry mamma, þetta er rusl, sann. Það bara var búin að hakka í sig og var náttúrulega bara pakksattur og ég veit ekki, ég heyrði það allavega, ég veit nú ekkert hvort að það sé satt endilega en svo heyrði hann hafi lekið. Já, næsta slúður. Hann hafi lekið þetta. Hann borðaði mikið. Hann bara hafa átt á mikið og fór að
og fór og tók hennar klassíska leka sem Ertu með eitthvað meira eða er þetta komið gott bara? Nei, meira, komið gott, ég með 2 aðra móla. Það er nóg til í slúðri. Næsti móli, það er Sigurður Hlöðversson, dagskrárgerðarmaður. Ertu veikur? Ég er búin að segja það núna. Siggi Hlöð, ég lofa honum, ég horfði í augun á honum, þetta er svo mikil toppmaður, ég horfði í augun á honum og sagði, þú verður aldrei aftur í íslensku slúðri á Steindór, ég ætla að standa við það, hann er ekki. Ég er sammálaður. Já, hann er ekki, þannig að slepptu þessu. Þetta er algjör toppmaður. Ég er sammálaður, hann var toppmaður. Hann var toppmaður? Nei, hann er ekki dáinn. Næsta, hættu þessu. Það er blásið. Hann var toppmaður. Farið næsta. Jésús. Siggi Hlöð er bara lærin kikking og feskur, ég veit það. Ég lofa honum þessu. Næsti bóli. Já. Og ég ætla að fá að segja hann allan. Já. Og ok, það er enginn að deyja það. Nei, það er bara ógeðslegt slúður. Þetta er mjög vinalegu móli. Hann er í rauninni bara hálf dúllalegu finnst mér. En það fyrir miður, það eru kallmenn sem halda áfram að skýta á sig og þetta er töframaður. Þetta er þekktu töframaður og Bjarni töframaður. Strax betra. Bjarnamaðurinn töfri eins og hann kýsa að kalla sig. Það er toppmaður. Hann er toppmaður. Já, það er þetta núna, myndi beðið að taka Arnold. Þetta er góð Arnold. Ég þekki hann. Mjög góðan Chewbacca. Ég þekki hann persónulega. Þetta er mjög góð maður. Og eins og ég segi, þykir alltaf, hann má ekki vera að skjóta alltaf sendibóðan. Nei, en hvað var Bjarni? Bjarni hefur ekki verið oft í slúðrunni þar. En þú ert þetta mjög oft með töframenn. Ég veit ekki hvað er með þig og töframenn. Nei, hann hefur mjög sjaldan verið í slúðrunni og ég veit bara ekki hvort hann hafi verið þar áður. En hann hélt upp á áramótin með pomp og prakt. Glæsilegt. Með vinum og ættingum. Helt svaðalegt partí, strákar. Og það var þurrís og bolla og skraut og hattar og sprengjur og svona galdrar og svona svona snáðun. Hann finnst gaman að snáðast, sko. Hvað er snáðun? Hann finnst bara gaman að svona snáðast. Það helt partí og snáðun. Já, það er bara svona, hann er dutt í þessu hinnu, að snáðast með strákonum bara. Já, hvað var hann að gera? Hljómast eins og þessi lappum og káa fólki. Nei, snáðast er meira bara svona, ég ætla að taka hérna penna og tussa hérna á blaði sem ég er að gera núna. Og þetta slúður hann að vera að snáðast? Nei, ég er nú bara lýsvonu Bjarnar. En þessi það ekki að vita, hann hefur gaman að snáðast. Og hann var búin að lofa 9 bragði miðnætti. Það var að bræðin? Já, hann var búin að vera, bíði bara, sagði hann. Bíðið bara, var hann alltaf að segja allt kvöldið. Já, byggja upp spennu. Byggja upp spennu, en það var svo sem enginn að deyja spennu neitt, sko. Það var bara, fólk var bara ég er peppaður. Nýtt bragð og svona vinir hans og fjölskylda þekkjur örugglega bröðin og það voru bara allir að fara að horfa á skaupið og svoleiðis en hann var alltaf að hamra á því, hann var með rosalegt trikk eftir miðnætti, eða bara miðnætti, á miðnætti. Og búin að vera að æfa það undan fyrir dag út í garði og það var eitthvað svaðalegt trikk, alvöru galdrabragð, sagði hann, alvöru galdrabragð og svo liði tíminn og það fara allir út í garð og klukkan slær þarna 12 og hann er komin í vel í glas, kallinn. Hann var komin í glas og hann stressaði fyrir þessu rugli og já, kannski stressaður, fekk sér aðeins nokkra. Það fekk sér bara nokkra og nú komið að þessu, allir, segir hann, sko, nú, eru þið ready eða? Eru þið ready? Og allir svona, já. Hvað gerði hann? Og svo var hann farin að öskra, það var svo mikið læti út af sprengjónum að hann var farin að öskra, sko, eru ekki allir ready, sagði hann, og svona fólk að klappa, kurteislega var hann ekki að nenni, svona eitt, sko. Þetta bara kallaði froskin, sagði hann. Kallaði froskin. Þetta er froskurinn, sagði hann. Hvað var það? Svo tekur hann upp frosk, svona púðukellingu. Já, græni froskurinn, sem skýst út allt. Kveikir í honum, fólk skildi lítið, þú veist, hvað er merkilegt við froskin? Og voru allir að spyrja sig, hvað er merkilegt við froskin? Hvað er merkilegt við hann? Svo sjáðu þau að það er búið að binda band utan froskin og svona nælonband einhvern veginn, að þráðurinn á froskinum, hann byrjar að brenna og spennan í hámarki og hann brennur og nú fer þetta dett inn, sagðan! Nú dettur þetta inn! Skyndilega gerði hann yfir sig. Og þá er hinn endin á spottanum bundið við tippið hann. Heyrðu, ég er að fá það sett, ég verða og svo fer froskurinn að springa í allar áttir og tillinn skýst upp og niður með froskinum. 2 froskar, dömur og herðar. 2 froskar, sagðan. Ég er ekki að kreista hann inn að vöðva til að reyna að hjálpa. Ég er alveg slakur og þeir eru að hoppa saman, sagðan. Svo leta froski, lekar frosk var svona rabbit og froskurinn og tillinn fór upp og niður. Vefjur fabrikunar, Cæsarsalatið, salat í stað franskra, sveppur í stað kjöts og vinsælustu hamborgararnir í vegan útgáfum.
Það grænkera útgáfu. Það finna allir eitthvað við sitt hæfi á hamborgarastað allra landsmanna. Þetta Kristinn R. Ólafsson sem talar frá hamborgarafabrikunni. Vinningur í Happdrætti Háskólans gæti svo sannarlega breytt sögunni. Fáðu þér miða og vertu með í ævintýrinu. Draugum 10. janúar. Happdrætti Háskólans, vænlegast til vinnings. Átt þú rétt á slysabótum, en kemur þínum málum ekki áfram? Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi, þinn réttur til bóta. Hæ, Hallbera landsliðskona í fótbolta hér. Það eru 3 hlutir sem ég elska. Walk on, foreldra mína og fótbolta. Í þessari röð. Walk on, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. Biljardbarinn Faxafeni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafeni. Nú færðu Tópas með fjallagrössum. Tópas, ferskur andvari. FM 95 blöð, alla föstudaga. Rétt hjá þessum meistara FM 95 blöð, alla föstudaga og við verum hér til 6 eins og alltaf. Klukkan, hún var 5, vágættu fljótt að liða maður. Klukkan árið 5? Já. Íslands slúður búið og... Já, ég ætlaði bara svona... Það ekki mikið að marka þetta slúður. Ég hef ekki að segja fólki að hlusta að vera ekki að leika þetta eftir. Nei, það ekkert sniðugt að leika þetta eftir. Það náttúrulega 13. og fólk að klára rest af sprengjum en eins og ég segi, ég fæ þetta sent og tek gott lengi ábyrgð á því. Akkurat, það styttist í Kötlu Margréti og Loga Bergmann. Þau ætla að koma hérna í smá satt eða logið. Svona upp á það að byrja nýr þáttur á Stöð 2 á sunnudaginn klukkan 8 sem heitir einmitt satt eða logið. En við ætlum að fara núna hins vegar í, þetta nú ekkert ósvipað, þetta sturlu staðrind eða hrossaskítur. Þetta svipað koncept. Já, þá við því að giska hvort þetta sé sturlu staðrind eða ekki. Ég tapaði í síðasta þætti. Já, ég ætla búin að vera aðeins heitari. Já, sittur í. Ég on a heater. Já, ég ætla að gera eitthvað í þessu. Þetta kannski fínt fyrir ykkur til að hita upp svona hvort þið getið séð í gegnum lígið eða ekki. Já. Eru þið tilbúinir? Við erum klárir. Þá það fyrsta sturlaða staðrind dagsins, eða vitleysa. Morgan Freeman lærður ballettdansari. Já. Svona þegar ég fer að pæla í þessu, þá hann með helviti fína hreyfingar. Já, listamaður líka. Hann lepur, miðvaldur og ótrúlega rödd. Slæri gegn seint, þannig að maður veit lítið fortíðina. Já, ég kæmi mér ekki á óvart ef hann væri bara, hvað segir þú þetta? Þú mátt ekki googla neitt. Nei, ég með vördskjælina. Þið skiptist alltaf á að svara, þannig að sá sem að svara fyrst núna. Já, Steinn, þú byrja bara. Já, Steindi, þetta sturlu staðan þetta hrossaskítur. Sko, ég ætla að henda á þetta sé satt. Þú segir þetta sé sturlu staðrind. Já, ég held að hann hafi lærður ballettan, hann var bara hann fór á ballettæfingar. Já, menn hann lærður ballettdansari eða ekki. Sturlu staðrind eða lígi? Sturlu staðrind. Egill? Ég sé ekki fyrir mér Morgan Freeman í nýþröngum svörtum sokkaböksum hoppandi eitthvað Þannig að þetta horseman year. Nei, þetta sturlu staðrind. Það 1-0 fyrir Steinda. Goddammit! Morgan Freeman, hann sem sagt lærður ballettdansari. Þetta kom þetta. Þá það næsta og nú svarar Egill á undan og vonandi eru þið að giska líka heima eða í bílnum eða hvar sem þið eruð, kæru hlustendur. Hér kemur næsta. Hitler var hræddur við ketti. Hitler var hræddur við ketti. Við megum ræða það, sant? Já, með það sturlu staðrind eða það, hrossaskítur. Hann var hræddur við ketti. Fólk oft með eitthvað svona weird shit. Hræddu eitthvað, en hræddu við ketti. Hann var fullt af fólki sem margir hræddu við hunda. Já, þú veist, það meika meira senn sko. Eða þú ert hræddur við 90 kíló af sjeffer, hræddur við hann en pínlítinn kött. Ég veit það ekki. Hvar hefur þú séð 90 kíló af sjeffer? Það veit ég ekki. Hitler hræddur við ketti, menn helst þetta ekki hendur að vera ívúl og að vera svo hræddur við kettling. Sko, hann var náttúrulega, eins og fólk veit, fárveikur. Já. Kannski hressi kaffibóður, sant? Kannski var hann bara það veikur að hann var hræddur við ketti. Ég set sér rétt. Þú segir þetta sé sturlu staðrind? Já. Steindi? Veistu... Já, mig var skemmt. Já, ég held hann nefnilega líka, sko.
Segir þetta Þú mátt alveg segja sama. Ég má segja sama. Já, ég held það líka. Hann var hræddur við ketti. Það er rétt í okkur. Þetta er sturglu staðreynd. Adolf Hitler var hræddur við ketti. Það er bara hannig. Þá er það næsta. Samkvæmt rannsóknum sér fólk þig 20% myndarlegra en þú gerir sjálfur. Er þetta sturglu staðreynd eða er þetta rugl? 20 sinnum myndarlegra. 20%. Ég hefði haldið þetta að vera öfugt. Að þú væri sko að fólk sjáu þig ómyndarlegra en þú sér þig sjálfan. Fólk sér þig, skilur, að þú myndir sjá einhverja manneskju sem þú ekki hitt, en hefur þá síðan að sem þú sé myndaðan á Facebook og svo hittur þú manneskjuna. Já, ég held að þessi manneskja væri ófríðari. Svona face to face, sko. Bæði kallar og konur. Er það ekki? En ég á vini til dæmis sem finnst að vera tölvöld myndarlegar en þeir eru, sko. Já, það þekka allir þannig við. Star í speilin allan daginn og... Ég á nokkra vini sem að halda þessu 10 sinnum myndarlegar en þeir eru, sko. Já. Og ég sé alveg hvernig lítið út, sko. Hvað myndi þið ranka, Egil, hvað þú ættir að henda einhverjum sjálfa, hvað myndi ranka frá 0 til 10? Það fennst svolítið til árstíma. Já, bara í dag núna, eins og lítur út núna. Í janúar. Í janúar myndi ég... Strax eftir jól. Ég myndi segja að ég væri solid 8. Ok, Steindi hérna þessum sem ég á að tala. Já, ég myndi bara segja það. Æ, Steindi, ég elska þetta lífinu, bara ég elska það eins og bróðir, en þú ert svo langt frá að vera 8 að það er djók, sko. Hvað, er í fjarki? Ég er ekki fjarki. Þú ert bara svona fút fín 5. Nei, ég er ekki 5. 5 er bara solid 5, þú nærð prófinu. Á góðum degi? Já, sko, á góðum degi? Ég er alltaf 6 á góðum degi. Skemmtarnagildið þetta er 9, ég skal gefa þér það. Ég er alltaf 6 á góðum degi. Að vera í kringu þér 9, en útlitið þetta er 5. Nýsturtaður, greittur, með góðan rækspýra í einhverjum fínum rykfrakka. Ég myndi öðruglega slefa upp í 7. Endum það 7-5 vel til hafður. Hvar setur þú þig, Egil? Sko, janúar gilsi bara ég næði alltaf 6-8, 6-9. Það er erfitt að setja. Mæ-júni gilsi hins vegar. Þið er búin að taka sumarköttið 9-7. 9-7? Þá er ég að segja á sér 10. Þá er ég í top physical shape. Hvor er veikarinn, maður? Hann heldur að sé 9-7 og þú heldur að þú sé 8. Ég er svolítið ástíða kall. En ég ætla að gefa ykkur báðum einhvern, hann til að segja, Egil, þú ert svona, þú slefar í 8 og Steindi 5. Slefar í 8 og ég er 5? Hvað ertu að tala um? Hvað heldur það? Af hverju finnst þið það? Af hverju rökst þetta? Af hverju finnst þið það? Af hverju finnst þið ekki að vera meira en 5? Hvað vitlis er þetta? 5? Hvað það vera 5? Ég er bara mjög ósammála þessu. En haldið þetta sé sturglu staðreynd eða ekki, það svar? Ég held að þetta sé ég held að allir séu ófríðari on the spot. Reyndar, ég verða að koma inn reyndar þegar Ryan Gosling kom inn til Íslands, munið, hann var að taka upp hann var að klippa mynd eða eitthvað hérna á Íslandi og hann var hérna og félagi minn hitt hann hitti Ryan Gosling og hann sagði við mig, ég vissi að hann væri myndalegur, var búin að sjá myndir á honum og þú veist, kvikmyndir og svo leiðis hann var 10 sinnum jafnvel 100 sinnum myndalegri. Það kemur bara ekkert óvart, en ætlið að segja að þessi sturglu staðreynd eða hrossaskítur, en að segja mér það. Hvað myndið þú ranka þessum? Ég þarf svar. Er þetta sturglu staðreynd, hvað myndi ég ranka mig sem? Já, þú varst að segja að ég væri 5 og ég ætla 8. Hittu það ennþá? Hittu það í mér? Já, það er beinni útsendingu og ég kallaði ranka þessum 5? Já, ég myndi gefa sjálfur mér kannski 6-5. 6-5, viðstu það stokkar? Það er fín einhvern. Þannig að þeir eru báðið fyrir ofan mig. En hvað, er þetta sturglu staðreynd eða ekki? Þetta er ekki, þetta er hrossaskítur. Okay, ég þarf að taka sjensin nefnilega, ég seti sturglu. Það er rétt, þetta er sturglu staðreynd. Yes! Er þetta sturglu staðreynd? Já, 2 eftir, fólk treystiði betur eftir 20 sekúnda faðmlag. Sturglu staðreynd eða lygi? 20 sekúnda faðmlag? 20 sekúnda, þetta er rosalega lengi að líða. 1001, 1002. Basic faðmlag er 2 sekundur, 1,5 kannski. 20 sekundur er weird. Já, samkvæmt rannsóknum þá treysti fólk þig betur eftir 20 sekundar faðmlag. Þú getur alveg knúsað fjölskylduna eða kona inn í 20 sekundur eða barnið þetta eitthvað, en þú hittir ekki bara einhvern félag í kringlunni og faðmarinn í 20 sekundur. Sko ég til dæmis faðum alltaf Herbjörg Guðmunds í ræktinni, hann er bara þannig, hann lappar að mér og segir Gilsi og síðan faðmar á mig. Bara góðu skapi. Já, og ég er mikil aðdáandi, en faðmlagi er 2-3 sekundur, ég hugsa alveg þetta er langt faðmlag og það er kannski 3 sekundur. 20 þá var ég að hugsa okkur, það er eitthvað aðhörp. En þú myndir kannski byrja að treysta honum betur eða myndir faðma hann í 20. Nei, ég fær að hugsa, það er eitthvað aðhörp. Ég myndi segja að þetta væri hestakúkur, vægastrækt. Hvað segir þú, Steindi? Ég er sammála, þetta er bull. Nei, þetta er sturglu staðreynd. Fólk treystiði betur eftir 20 sekundar faðmlag. Ok, þá veit ég það. Þá er að síðasta sturglu staðreynd dagsins, Shrek
Græni kallinn Teiknimyndafígúran var teiknaður eftir alvöru mannesku. Er þetta styrlu staðrind eða hrossaskip? Fólk hefur náttúrulega alltaf talað um þetta að hann líti út eins og Wayne Rooney, eða ekki? Hann var ekki teiknaður eftir honum. Fólk er ekkert af því, ykkur púlarar af því. En þetta er rétt. Þú segir þetta sé rétt, Steindi, styrlu staðrind eða ekki? Það sé ekki að vera teiknaður eftir alvöru manni. Ég meina... Já, þetta er rétt. Það er rétt hjá okkur. Þetta er styrlu staðrind, það er teiknaður eftir Maurice Tillet sem er franskur glímukappi. Og tók get ekki? Vann Steinþór? Nei, það var jafntefli. Nei, það var ekki jafntefli. Jó, punkt. Jafnaði þetta á hann. Já, hann jafnaði. Þú ert að klikka? Nei, þetta var jafntefli, en vitið, tókuðu eftir einu. Það var allt í dag styrla staðrindir. Það var ekki ein lí. En nú er hins vegar komið að lagi með okkar uppáhalds íslensku hljómsveit. Þetta er að fá. Já, þessi söngkona var hjá okkur áðan í döbbi fyrir Steinbjörnstöðina. Þetta er Birgitta Haugdal og Snillingur og þetta er lagið Allt sem ég sé. Hlustiði nú. Þetta er ein vinsælasta hljómsveit Íslands frá upphafi, sveimi þá. Írafár með lagið Allt sem ég sé. Aha. Birgitta vingur. Birgitta dúkkan er mitt í Steinbjörnstöðinni. Já, og gera allt vittlust. Ég var til í að fá comeback frá Írafár og stjórninni. Já, stjórnin er endur að spila. Er hún að spila? Já, það er búið að finna Tinnu, vitið það? Tinnu the Dog. Já, það logar allt Facebook og logar allt að leita Tinnu. Þú varst að tala með ykkur tjóna á, getur þú sagt mér frá þessu? Ég veit ekki. Það er eitthvað svaða fundalunni því. Jú, það 300.000 krónur og finnur Tinnu sem er svartur grútlegur hundur. 300 skall og finnur the Dog. Það er þess virða að fór út að leita þessum hundi. Þannig er ekki búið að finna hann? Nei, það er ekki búið að finna hann. En fólk það er grúp á Facebook sem heitir Leitin að Tinnu. Já, ok. Og þú getur svona addað í þessu grúpu. Og það er 3.133 í henni núna. Wow. Og fólk að dæla inn hana vísbendingum og svona eins og ég sá hund hlaupa hérna yfir ljósin maður svartur, ok, thanks og brunur allar þangað. En býtu ekki það, ég er mikill hundavinnur og elska hunda og allt það, en er eitthvað sérstætt við hennan hund því að svo margir að leita hann? Nei, þetta er bara hundur. Hundar þýnast ekki. En sko málið er að þetta er fólk sem á hann hund sem elskar hann hund og ég er bara ekki búið að borða niður sofa það týndist og saknar hundsins. Hvenær týndist þessi hundur? Herri, ég er enda að lesa hérna, það var 1190 hérna því ég var að spyrja hvort hundar týnist oft. 1190 hundar týndust á árinu fyrra. Flestir þeirra komu aftur, aðeins 3 skiluðu sér ekki. Af 1190 hundum. Það er ágætis ratio. Það er 300.000 Við þurfum að find the dog. Við þurfum að finna hundin, það er bara svo leiðis. Hvað er flókið að það? Hvar týndist Tinna? Það er núna að vera að leita mest að henni eitthvað í Kiev. Nó, kannski er eftir okkur að vera að fara að fanga. Já, það er sant, ég held hún ekki skokka á Reykjanesbrautin og bara komin í bæinn. Ég er ekki bara að lita henni í Garðabæ. Heldur hún hafi, málið er, ég held hún hafi týnst hann eitthvað á álverðinu þar. Hafi ég vil tekið joggið þannig til Kiev, Já, ok. Það er verið að leita hann á mjög stóru svæði, Það getur vel verið að maður gera sér ferðið fyrir. En þetta er 300 skall í kass. Já. Það er þetta bara í umslægi. Þú bara finnir hana. Getur ímyndað líka myndina framan á fréttablaðinu. Þegar þú heldur á the dog. Já, wow. Veifar svona, eða svona bendir í kameru. Þetta var gott. Manstu þegar að benst til þóttist það að fundið í köttin. Já, í Meet the Parents. Og þegar að labbaði slow motion að henni og bent á hana. Það var búin að spreyja skoti. Það var kóngurinn þá. Já, þetta var eitthvað rosa, þetta er gott PR-move fyrir þekktan einstaklinga, finnan. Já, bara, ég vil sjá núna frétt og eftir, hann hafi verið fundinn. Já, við vonum það. Það var eitthvað hérna, þetta kemur ekki frá mér, höfum það á reynu. Ég vona hérna hundurinn týnist og mér finnst hrikalega leiðast til fólkið sem hefur búið týna hundurinn. Vona hann týnist? Nei, hérna vona hann finnist, fyrir ekki það. En er þetta sama dæmi? Ég heyrði eitthvað að þau sem að væri búin að týna hundinum væru að gera, sem sagt væru komið mjög langt með svona eitthvað snjall síma forrit hvernig á að finna hunda og það var einhver sem var að segja að þetta geti verið bara publicity stunt. Þá er þetta publicity sem skilar þér á hraunni, Já, reyndar. Það var líka bara ljótt. Þau eru búin að fá hálfa þjóðin allir aðstofa sig, Já, reyndar. Ef þetta er síðan komað, hörðu, við erum að plugga appið hérna. Já, það var í hræðilegt. Takk fyrir aðstofuna, fólk. Tinna er hérna bara. Tinna,
Það var eitt tómt vesen. Já, það er góða punktur. En nú býr Óli Geir til dæmis í Keflavík. Hann ekki Óli Geir til dæmis störla sér út núna og fara að leita. Já, hann geti reynd að komast framan af Fréttablaði. Gylfi, við okkar, hann er alveg gott á 300 skall, hann er í Keflavík. Það er margir þarna sem getur gert góða hluti. En við peppu fólk að leita. Þetta er svartur, krútlugur, hundur. Find it. Við skuldum auglýsingar, en sjáuð, hér eru bara Logi Bergmann og Katla Margreta að labba í stúdíói. Þannig við erum að fara í satt eða logið hér strax eftir auglýsingar. Gríftu jólafötuna á KFC. 10 original kjúklingabitar og 2 lítrar af gosi á 3.799 krónur. KFC, svo gott jólin. Lykill að farsælum viðskiptum. Hof Fasteignasala. Fullt af notuðum, nýjum og nytsamlegum titlum. Skiptibækurnar eru í pennanum Eymundsson. Latín Sundays á Burró. 4 réttir á 3.990 og Casiero del Diablo. Burró, Ingólfstorgi. Útsalan er hafin. Ver á móta Kringlunni og ver á móta Smáralind. Legðu frá þau pipakökuna. Núna! Fitnessbelt. Fyrir fólk eins og þig. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. FM 957 og það eru komnir góðir gestir í stúdíóið. Við erum komnir hér með Loga Bergmann og hana Kötlu Margréti, verið velkomin. Takk. Wow. Það segi ég gott. Við erum bara mjög góð. Ég segi bara wow. Já. Þetta er eitthvað svo mikil fylling núna hérna í stúdíóinu. Já. Við erum 5. Þetta er bara gott partí, sko. Já, en það er ekki ástæðalausu. Við erum búin að koma inn á það hér fyrir í þættinum að Satt eða logið byrjar á sunnudaginn og við ætlum að gefa þetta bara svona smá dæmi og prófa Satt eða logið í fyrsta sinn í útvarpi. Ok. Og Logi, ég er eiginlega komin í þitt sæti núna. Þú stjórnar Satt eða logið og ég er að segja sögur en núna svona skiptum við eiginlega bara stól. Ok. Líst þér ekki vel á það? Ég líst mjög vel á það. Ég er með miða einu verið frammi sem ég á að lesa á. Já, ég sem sagt það eru 2 miðar, einn miði fyrir framan Loga og einn miði fyrir framan Kötlu. Annað hérna, nei, ég ætla ekki að segja neitt. Þið vitið ekki neitt, strákar. Annarkvort er þetta Satt eða logið. Þau lesa miðan og þið byrjið svo að spyrja, bara spyr honum úr og svo er þið að giska þegar ég segi, jæja, er þetta Satt eða logið? Ok. Tilbúin? Giskum við. Já, við byrjum á Kötlu. Já. Ok, ég ætla að klára í þetta. Já, ég ætla svona að læra þetta as we go. Já. Ég hef slegist við bestu vinkonu út af kallmanni. Ég slegist við bestu vinkonu út af kallmanni. Það margir lendi í svona rugli einhvern veginn. Já, þetta er ekki skralli og... Algjörlega, þetta hljómar alls ekkert eins og... Þið er ekki að tala ykkar á milli, þið að spyrja hana, sko. Já, við erum svona að byrja, við ætlum að meta þetta. Við ætlum að meta þetta. Sko, hvenær gerist þetta? Þetta gerðist að sumri. Sumri? Var fólk að fá sér þessi glas þarna eða? Já, ég held að vín hafi aðeins spilað henni. Aðeins. Rauðvínstár. Bara einhverstað í krónunni eða bónusum. Þetta var í skrítið í hádeginu og annan tæg, sko, á mánudegi. Það var við mjólk og kæln í krónunni bara. Það var annan tæg að stoppa það. Ok, eru þið vinkonur í dag? Já. Þið eru vinkonur í dag? Mjög góða vinkonur. Mjög góða vinkonur í dag. Þetta er bara okkar besta saga. Hvað langt síðan þetta var, cirka? Í árum talið, svona slatti. Manstu, var þetta á skemmtistað í Reykjavík? Þetta var á skemmtistað á Akureyri. Þá er þetta alveg eðlilegt. Af hverju slóðust þið? Við sem sagt fórum norður til að skemmta okkur. Götubarinn eða píanó? Nei, Karolína. Karolína, ennþá betra. Ekki, Gilið. Já, við vorum sem sagt, fórum sko með flutningabíl norður, af því það er svo ódýrt og hérna fengum far með flutningabíl og þar byrjuðum við að fá okkur að súpa elefant. Vorum nýkonar frá Malmö. Elefant? Það er bjór, það er sterkur bjór. Það er sterkasta bjór. Vissið þú ekki hvað elefant er? Já, ég drakk það síðast, ég var 14 ára. En til ennþá. Málarar og píparar og svona kalla sig var að drakka elefant, sko. Það stelpann voru að fá sér elefant. En þessi slagsmál, var þetta svona vera eitthvað svona glíma á gólfinu og öskra eða var vera að sparka og kýla? Þetta var svona
Það voru, neða ekki áverkar, þetta var svona niðursnúringur og halda niðri öskar það mikið? Og, rífast meðan á slagsnum. Það var tógaði hár Pingu tógaði hár, já. Tógaði hár og niðursnúringur, já. Já, ég búin að mynda mína málið það sem mér finnst samt vera svolítið skrítið í þessu þær vinkonur í flutningabíl með elefant. Já, líka sko það að slást út af einhverju manni. Hvaða maður var þetta? Má ég spyrja því? Já, þetta var sem maður sem bjó fyrir norðan og við vorum sem sagt þarna að koma frá Malmö. Og hvað báðar hrifnar á honum með það? Já, sko, ég nefndi þarna elefant sem mjög sterkur bjór og við vorum að drekka á leiðinni norður og hlökkum rosalega til að fara í svona djamferð og sem búin að vera út í Malmö í 2 vikur og áttum nóg af víni og svona og svo leiðinni verðum að tala með hennar mann og við einhvern veginn gýrum okkur upp í að verða báðar svona hrifnar á honum og ég einhvern veginn og það byrjaði einhver svona samkeppni sem að var svolítið háskalega. Býtu, hver býr á Akureyri? Þetta einhver hver býr á Akureyri? Hann er ekki þekktur, Nei, þetta er bara rosa sætur maður. Það var ekki bara einhver Ólafur Karlsson sem allir þekktu á Akureyri, sko, það er eitthvað ruglað. Myndalegu maður á Akureyri, það er erfitt að finna þetta. Hvað gerði hann á meðan þið voru að slást? Var hann bara, hallaði hann sér bara aftur? Ég held að hann hafi notið þess alveg bara. Hver fekk hann? Ég fekk hann. Þú enda, Já, ég hafði engan áhuga á honum, þetta snýrist bara svo innilega ekki hann. Ég var bara dæti mín að slástu með eitthvað dót sem Kóra vill að leika sem með. Þetta snýst bara stolti, ég sko málega að... Hvað segir þið, drengir? Já, eftir einn elefant þú ferði blekkat á honum. Má ég segja þér núna bara hvernig minnst þetta satt eða... Jú, að við erum útdarpið, minni tíma. Já, hvað heldur þú, Egil? Ég held að segja hárrétt, þetta er satt, þetta er sönn saga. Ætlar þú að segja hárrétt? En þú voru að bera þetta mig, við erum saman liði. Nei, menn hún fór í Malmö, elefant, flutningabíl, slagsmál og Finnst þetta ekki vera surrealist? Þetta er ekki satt, þetta getur ekki satt. Þetta er of góð saga til að sé líf. Þið megi keppa, þið eru að keppa hana. Þið erum að keppa, ok, ég ætla að segja þetta í líf. Já. Steindi segir líi, Egil segir satt, Katla, lendur í slagsmálu við vinkonina út af manni. Þetta er satt. Það er stiga á Egil. Voruð að drekka elefant í flutningabíl? Já. Rísi fættur í gera. Það var það sem þið fannst skrítið, elefant í flutningabíl. Það er svo skrítið, ég veist þetta skrítið. Þannig að ég ekki bara að taka mig með. Voruð þið með elefant í flutningabíl, maður? Hver hefur gert það? Veistu hvernig ég vissi að það væri satt? Það var að þú sagði að þetta væri lygi, Steindi. Þú vinnur aldrei neina aldrei. Ég veit það, ég er sem lélur að lesa fólk. Þá er það Logi Bergmann, það er blað fyrir fram á þig. Ég verið tekin af lögreglunni fyrir að njóstna. Hvað verður bara peeping Tom? Bara kíkir og kleinarhingur og leikskólinn? Nei, ég myndi nú ekki segja þetta var svona meira, já þú veist, ok, þú stoppar kannski aðeins svo lengi fyrir framan eitthvað hús, skilur við. Ertu þá að njóstna? Þvæla er þetta. Þú varst, tölur hrein íslensku eldirhellir. Nei, ég myndi alls ekki segja, þetta var ekkert svona skipulagt. Hvenær gerist þetta, Logi? Það eru svona nokkur ár síðan, sko, en ekkert... Ertu orðin þekktur? Já, ég var svona verða, kannski þekktur. Varstu búin með elefant? Var við hérna? Jú, ég var nefnda búin að vera í sjónvarp, hvað í 5-6 ára þetta gerist þá. Og hringdi manneskjan á lögreglu og hörðu, Logi Bergmann... Nei, það var ekki hana. Það var bara hringt og sagt að það var einhver maður að kíkja inn glugga. Já, varstu að kíkja inn glugga? Nei, ég var ekki, sko, Hvað stóðstu þessum saman gluggan að gera hvað þá? Nei, ég stóð ekki þessum glugga, ég stóð út á götu, ég að því gert að húsið væri bara við götuna, það er mitt vandamál. En okkur ástu að horfa inn? Að því það var kona sem var að fara í sturtu og hún hefði getað dreigið fyrir eitthvað. Já, ok, þetta er svona. Nei, sko, ég er bara að labba. Ok, þú sást konu í sturtu. Á leiðinni í sturtu. Hann getur ekki tekið ábyrgð á því hvað annað fólk gerir. Nei, var hann allsber? Á endanum, já. Og ert að stara á það að hýta löggum. Sko, ég ætla að vona þetta sé líf. Þú labba. Sko, ég labba bara. Þú veist, ég labba, þetta er í hlíðunum og ég er bara að labba. Við náðum því, þú varst að labba í hlíðunum. Já, ok. Og ég, svo sé ég bara svona allt í inn glugga og maður bara kannski stopp. Þú sér eitthvað á og stoppar. Ertu þá eitthvað liggjandi á glugga þó lítir í þá átt eða eitthvað? Þú varst handtekinn. Hún sko... Löggan kom, sko, skilu, og spurði mig hvað ég var að gera, hvort ég var henni og ég fór ekki til jafna en eitt svo leiðis. Hvar var þetta, segir þú? Í Hlíðunum. Já, Hlíðunum. Ok. Það var þarna rétt hjá... Lögreglan yfirheyrði þið fyrir njóstnir. Hvað heitir þetta þarna? Já.
Já, það má ég segja það. Ég var yfir, þetta svona, já, ég kannski aðeins að færi stílinn ég segi ég verð beint yfirfærið þau njóst. Og með við komið okkur að taka þetta svo á þannig, hvernig vil það hafa þetta? Er það á móti hverjum öðrum? Nei, það er bara, það er á móti hverjum öðrum. Já, sko, veistu, mér langar svo að þetta sé satt. En hvað konan, var hún reiðið þig? Nei, eftir að lögreglan talaði við? Hún vissi af þessu eða neitt, sko, það ringdi bara einhver í götunni. Var einhver annað sem sá, var alltaf hangaður einhverjum öðrum? Það ringir, sko, ég er ekki eins og það lengi, ég er kannski svona einhverja 5-6 mínútur aðna, sko, sem ég hef stoppa. 5-6 mínútur? Já. Er það ekki lengi? Veistu hvað það er lengi á glugga? 5-6 mínútur á sama glugganum? Ég er út á götu. Já. Bara húsefil, þetta er bara, þú ferð hérna kjúklingastæðurinn hana. En að horfa í sömu átt í 6 mínútur, bara ef þú ert ekki að horfa sjónvarpið, þá er það skrítið. Það labbar ekki að glugganum, Nei, ég labba aldrei að glugganum. Það er alveg sama við hvað eldirhellir þú talar, 6 mínútur að stara er góðu tími. Það er bara regla ég lofa. Já, en ekki inn í garði, come on. Þetta þá bara, gerst maður þá í rithöfundasambandið eftir þetta sambandið eins og eigin komst í rithöfundasambandið að gefa 2 skrýtna bækur, sko. Það er sendt bóðskort bara og ásátt í eldirhellar. Já, en þeir finnst þetta skrýtið, ég lofa þér. 6 mínútur. Það setur þessi spórnarslóða. Hann er að labba hana, hann hittur hún í glugga, sér konu, hún er í náttslópp. Það stendur í 6 mínútur sem er alveg góðu tími, þú stendur og gerir ekki. En það sem ég spáði, hvað er hún að gera? Ég veit það ekki. Akkur er hún ekki löngu farin að baða í sturtu? Hvað er hún að dutta? Sko, í fyrsta lagi, nágrannar eru bara að horfa sjónvarpið og þeir eru ekki að horfa út á gluggan hvað stendur ykkur maður hérna á gangstéttinni. Það er aldrei neitt nágrannar hringt á lögregluna. Síðan er löggan alltaf verið 7-8 mínútur á svæði. Já, þess að segja 6 mínútur, sko. Sem er alltaf verið lengi að mæta. Þetta er hestaskítur. Þetta er bara bull. Þetta er bull. Steindi? Já, ég er sammála, þetta er bull. Þetta er bull? Nei, veistu, þetta er satt. Því mér langar svo mikið að þetta sé satt. Þetta verður bara að vera satt. Ég vona að þetta sé satt. En, Logi? Þetta er að sjálfsögðu komið með steindavottunna líf. Þú getur ekki finnir þetta. Þú vildir þetta að vera satt. Já, ég dýrka þetta maður. Þetta væri ógeðslega að fyndi saga. Það er handtekinn fyrir að vera njóst á glugga. En þar hafið þið það. Logi Bergman var ekki að njóstna konu á leiðinni sturtu. En hins vegar var Katla slast við bestu vinkonu sinu mann á Akureyri eftir elefant í flutningabíl. Ég sigurvegari í dag. Já, Egill sigurvegari, Logi og Katla, takk kærlega fyrir komuna. Átta, einmitt, 8. Ég segi bara til hamingju með þáttinn. Takk til að stilla inn á stöð 2 klukkan 8 á sunnudagskvöld. Það er mitt Steindir, gestur í fyrsta þætti. Villi Naglbítur, Ágústa Eva og Vala úr þær 2. Þannig að endilega tekja á þessu. Takk aftur fyrir komuna. Nýr Kristall hefur verið valinn af þjóðinni. Límónu og jarðaberjakristall er frískandi góður og svalandi. Það sést hverjir drekka kristall. Próteitt snakk sem er gott á bragði. Wow. Besta uppfinning allra tíma. Protein Bites. Hagkaup. Langar þig í salat? Virkilega gott salat. Komdu þá á Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Höfða bílar til þín. Höfðabílar.is. Ekki vera svangur að horfa á enska. Hamborgarar, rif og kjúklingavængir á matseðlunum. American Bar. Staðurinn þinn. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Við þökkum Köllu og Loga kærlega fyrir komuna. Gaman að fá þau hérna í heimsókn. Mjög peppað fyrir þættinum. Já, þetta er stemningi Loga. Það er alltaf hrikalega gaman að taka þetta upp og ég held að þetta verði bara þrjusu skemmtilegt. En já, það er föstudagurinn 7. Það er 13. Steindi Junior sagði hér í byrjun þáttar að hann væri mikill 13. maður. Ég held að hann sé sá eini á landinu. Er það? Er ekki allir í stuð á 13? Hver býður eftir 13? Ok, ég segi svo sem ekki að ég er ekkert að býða eftir 13. En ég tek hana faglandi. Næja, það er hins vegar komið að dagskrárliði sem að, já, maður hræðist nú stundum hér í þessum þætti. Hann heitir spurningakeppni Gils. Yes, er komið að spurningakeppni? Já, yes. Hvað er þema þetta? Ég er í feeling. Já, ég segi. Það er að reyna að vinna? Nei, já, ég ætla að reyna að vinna, en ég segi spilaði trailerinn. Yes! Ok, Steintor er góð stuði í dag. Það eru 2 á móti 1 núna. Eiginlega 13. feeling. En er hann til trailerinn? Er hann til? Ég tók hann upp og hann er inn í kerfinu. Er hann til? Eigðunum. Er ekki folder hann sem bara trailerar höfðingjans eða eitthvað áleika? Sko, trailer. Er þetta hérna drastlega? Má þetta?
Já. I'm gonna ask you a question. Það er nákvæmlega þessi. Er það Ask you a question and then you're gonna need an answer. Gefum þessu smá. Is everybody on the floor? Hann samt svo langur, ég ekki að fara að spila hann allan. Hey, látum að rúlla þess. Þetta liður. Right now. I'm gonna ask a question. Þetta trailer fyrir spurningakeppni. Hann ennþá í gangi, sko. Æla þetta. Hvað kom svona, sko, nú heldur hann sé búið. I'm gonna need an answer. Og þetta ekki búið. Hlusta það. Hvað er mörg dropp í þessu? Þetta áfram. Þetta trailer fyrir spurningakeppni Gilsarans. Trailerið eru farin að vera endalaus, sko. Þetta er löng, akkur átt að biðja þetta. Hann ekki enn búinn, sko. Hann búinn þarna ekki. Mér myndi að þetta væri 15 sekundur, max. Það er bara það átt að biðja þetta drastnum. Hvað er konceptið? Já, King of hvað? King of having 2017 as his greatest year ever. Hæ? Þetta sko, nú er þetta svo mikil fæla að sko, þetta var bara eitthvað 3 setningar. Er það þá King of hver mun eiga betra ár? Spurningakeppni, hver mun eiga þetta ár? Já. Þannig að ég er að fara að spurja svona. Já, ok, þannig við erum ekki að fara að segja hvort það hann gert þetta eða hitt. Nei, svona hvort þú ert að fara að gera þetta. Ok, Steindi, þú mátt ekki ljúa. Það er ekta þú í þessum. Nei, ég hef aldrei alveg í þessu. Steinþór, þú veist, það er auðveldar að ljúa núna. Því að við erum að þetta framtíðin, sko. Ég ætla ekki að ljúa. Ég hef aldrei alveg í þessu. Hendum okkur breyta. Heldur þú að séu góða líkur og tapir lágmark hálfri kúlu í gambling á árinu? Nei. Alls ekki. Ég gamla ekki. Það kjafta þér. Mjög lítið. Þetta er svolítið mikil pening. Þetta er yfir allt árið. 500.000. Öll bett svona sem drulla, alla blackjack ferðina. Nú er ég bara að segja. Ég líði ekki að hlustundum, ég segi nei. Ég ætla að segja mér hérna saman, sko. Ég er ekki með neitt forrit í símanum og ég er ekki að velja á okkur útlenska hesta, hlaupa. Ég setti svona lága tölút, ég held að það myndi 100% spáða að segja. Lág tala? 500.000? Já, það er heilt ár. Ok, orðan þannig, ég von ekki. Ok, það er engi punkt þarna. Ætlar að vera ofurölvi í 30 stegi hita einhver tíman á árinu. Staðfest. Punktur og blöð. Skal ég taka á mig þú sé að vera 30? Fuck it. Punktur og blöðan degal þar. Já, það er markmið. Ok. Þú ekki orðað þannig? Mjög gott. Það er markmið. Ég meina, punktur hana. Ætlar að greiða þér á árinu? Já, ég hugsa að ég renni greiðu í gegnum þykkt hár á árinu. Greiður þér oft? Nei, það er ekki að sjá, sko. Nei, ég greiði mér aldrei. Ég held ég alveg. Það var vissum að gera það þess ári? Já, ég ætla að greiða mér. Ég ætla að greiða mér. Það getur líka að spila inn í aftur út 5. Þú ert aldrei greiddur. Hvað? Ég ætla ekki að vera hinskilin. Ég líka aldrei í útvarpinu. Ég hef ekki greitt mér bara síðan ég var greiddur öruglega bara að móðu minni eða þegar ég fór í klippingu. Það setur oft gel eitthvað. Já, ég set bara vaks og stríki kringum hárið. Já, kallar það að greiða sér, hann fyrir bara með puttan. Já, ok. Já, ég hendi ekki reislega. Já, punktur en blöð. Er það svar? Hvað hættu þessu? Þú þarft samt að svara, sko. Það er að greiða þér á. Þetta er bara þannig spurning að ég þarf ekki að svara ógeðslega leiðilega gerpið. Nei, ég ætla ekki að greiða mér árinu. Ég ætla voni ekki það, en það er ólíklegt. En þú getur safnað hárum annar stað. Hvað, greiði í hliðunum með það? Nei, bara einhver stað. En ef völvan hefur rétt fyrir sér, þá ætla farið þykkt hár þarna í mars. Ég vona hún hafi ekki rétt fyrir sér. Þá enda eins og Chewbacca og er skotin í Garðabænum. Sem er lélasta völva sem ég heyrt. What the fuck, maður? Þið meira sig að hugsa út. Allir út í hárið og það heldur einhverju sér byggfót og drepun. Stóri fótur og er skotin í Garðabæn. Í baki líka þegar hann hleypur upp götun og návartanessinu, sko. Býtu, þannig að Steindi komin yfir mig og mega betra ár af því hann greiði sér árinu. Það er 2-1. Þú er ákveðið. Ekki rífast í dómaran. Já, ég meina það er gaman að greiða sér og þá fyrir við áfram minna. Ætlar að fara að vinna með frasan lit og eld emoji kallinn á árinu. Lit? Nei, ég er horfður okkar, ég held ég mér aldrei segja lit. Það er að verða það shit núna, sko. Já, sko, ég hef tekið eftir því að ég get samt ekki sagt bara þetta var lit, maður. Það er bara asnalegt. Ég hef tekið eftir því hjá mjög mörgum í kringum mig og kannski á Twitter og svona. Menn er að nota lit og hendi í eldkallinn. Ég skal kannski nota eldkallinn, ég meni aldrei segja lit. Ég ætla að hinskilin, ég ætla að nota lit. Já, punkt. Hann lígur þessu, maður. Hvað ætla þú að vera að segja? Ég ætla að vera lit. Ég ætla að þeirinn. Herðu, ég ætla að fara að nota orðið
þetta lit og hendi eldkallinn. Þá ætlum ég bara ekki að vera í kringu þig. Jú, þetta er lit. Út að vera 40 Steindór sko. Nei. Það ætlar að fara að setja sér lit, bara svo úlíkanir. Veistu hvað? Þú segir þetta bara til að fá stig. Ég segir eitt, ég er 930. Ég er ekki að tjóka, mér finnst þetta pirrandi. Þú lígur bara til að fá stig. Ég er 930 og það er lit. Frábært. Við sjáum bara á Twitter hvort það mun nota frasan ekki. Ég er 12 ára. Skal lofa hann mun aldrei segja þetta árinu. Ætlar að reyna að finna nýja leið til að skeina þér, annan nota klósettpappír. Það gæti nú alveg verið ágætis pæling. Það reyna að finna nýja leið. Eins og til dæmis skeljarnar í Demolitionum. Já, en ef það kemur árið til að skoða, en ég er ekki að fara að leita nýri leið. Sko, það er að ljúga þessu líka. Nei, eina sem ég er að spá. Núna hef ég er ekki að grínast í ykkur neitt. Mér hefur langað japanskt klósett í mjög langa tíma. Þau eru með svona 18 tökkum. Ég hef notað þetta. Ef þú segir já við þessu, þá hætti ég keppninu. Ég hef verið í Tókjó. Til hamingju. Þar fór ég á klósett með 18 tökkum og það talaði og ég er ekki einu svona grínast. Þú ert aldrei að fara að kaupa þessu leið. Svona klósett, það kostar heldur ekki handlegg að fá þetta heim, en það þarf að vera í sambandi sem þarf að vera með millistikkin og væðuriki sem er svolítið leiðilegt. En hver ætlar að svara? Þetta er draumaklósett, mér er langað í það mjög lengi. Ég hugsa að árið 2017 verði árið sem ég læti vaða. Ég kaupi þetta klósett. Ég ætla að kaupa það líka. Stiga mig. Það er punktur. Punkt á mig líka, ég ætla að kaupa það líka. Þá varstu að díla við sko vass. Hvað, kom á ég ekki ljúga eins og hann? Blöð, þú heldur ég ætla að kaupa það. Blöð, prófa þetta klósett. Ég er bara að prófa, þetta er sko Já, mér finnst þetta bara það góð hugmynd, ég ætla að reyna að kaupa það líka. Setta mig punkt. Þetta eru vassgusur og vindur og þá var blástur. Það er vatn og svo blástur eftir. Mér finnst það vel á þetta klósett, ég vil kaupa það. Setja punkt á mig. Þetta er að fara að halda áfram að krumpi kúlu og ég er að fara að kaupa þetta klósett. Hann á ekki að stig. Það geta allir logið hérna. Næsta spurning. Ætlar að byrja að tala þig í þriðju persónu sem kongin? Nei, mér er sama þá að Steindi ljúga þessu. Nei, það er enginn að fara að tala þessi kongin í þriðju persónu heima. Það er bara dögt sko. Það er samt, það væri. Er einhver að því? Ég ætla að vona ekki. Enginn í kringum mig alltaf, því að þá hætti ég að tala við hann. Hvað þá að segja kongurinn? Kongurinn, held að kongurinn. Þú reynda að segja oft, held að Steindin mæti ekki bara. Þú talar oft um því í þriðju persónu. Já, þá er það ekki bara alltaf stríð. Það er ekki skrítið. Heldur að kongurinn ætti ekki bara að fara að brenna í kvöldu eða? Talar enginn svona. Það er ekki lit. Það er ekki lit. Það segir nei við þessu. Hvorum að punkt? Það er ekki komið óvart að Steindi ná sér í puntan. Ég er bara fer en skver í þessu. Ég ætla að kaupa það klósett. Það er að mynda og posta þig. 3 spurningu eftir. Ætlar að aflita þig á árinu? Aflita með hárið? Já. Þú getur aflitað þig bara með blöð? Ég er spáð að gera það. Allir að gera það. Ég get aflitað með skeggi. Blöð er samt það núna, nú er keppnismæður komið fram sko. Nei, bara það get allir logið í þessu Steindi. Maður segir bara já. Nei, Kanye West var aldsahárið. Ég byrjar að nota orðið lit og farin að kúki japansk klósett. Ætti að vera bara. Af hverju kallar þau ekki bara kongin líka? Þetta verður það gott árhjá. Ætti ekki að vera aflitaðar þér að þessu. Ég myndi elska það að fara að tala um þessu kongin alltaf. Já, það verður bara mjög flott. Ég get ekki gert það því miður, en ég ætla að ekki að tala um daginn og þú þurftir að rýbranda þig. Af hverju kallar þau ekki bara kongin? Ég vil rýbranda mig daglega. Akkurat núna vill ég fara í japansk klósett, nota orðið lit og vera aflitaður. Þá getur maður nota kórón alltaf á Twitter, þú veist. Hvað er næsta? Það vill enginn nota kórón. Allir nota ásta með mannesku sem þú elskar út af lífinu á árinu. Já. Það er punktur að stjóni. Hvernig það ég að svara þessu? Það er 70, já. Þetta er bara, ég vona að ég tap ekki 500.000.000 og ég vona að ég náðu þessu. Ég get náttúrulega ekki sagt um það. Jú, í verstafalli rungaði mér og ég elska mig. Þannig að það er já. Punktur á blöð. Þetta er keppniskapið sem ég vildi sjá. Og ég elska mig. Já, þetta er bara punktur. Punktur, þetta er mjög spennandi. Spennandi, Ætlar að taka það vel á því í ræktinni að prófálmyndin einhver tíman á árinu verður þú beru á hann? Nei. Þú hefur oft látið mig heyra Egil fyrir að vera ekki að posta myndum en ég get það ekki, þannig að þetta er nei. En ég ætla samt að koma í rosa stand. Og félur alltaf einhverjum kraftgala? Ég ætla að kraftgala, bara í fötum eins og fólk. En Steindi, nú þú byrjaðar að í ræktinu og ert að fara að taka Anadról og svona komin í gang. Hann setti nú mynda sér á Facebookum daginn, bera nú á. Já, betur, hvað er vandamálið? Fáðu punkt hérna og pakkaðu saman þessar keppni. Já, ég ákvað að henda inn að því að sko. Það er 4-6, þú getur unnið þetta 4-7 ef ég fæ já hann. Ástæðan fyrir því er að því að ég á sennilega aldrei aftur eftir að komast í þetta form og ég var nú ekki einu svona í góðu formi. Þannig að ég átti inni. Var ekki þú borðað bara íbúfen allan daginn? Já. Talað þann kúr? Íbúfen kúrin.
Hann var svakalegur. Já, sem að þú ætti líka ekki að segja upp á þetta rúlingar að hlusta eitthvað, hvað íbófengur? Ein íbófen og ein parataps á kvöldin til að drepa niður hausverk því ég borðaði ekki, ég borðaði bara hádegismat misti 10 kíló. Ef það er einhver að hlusta, ekki taka upp þennan kús. Þetta er skemmtilegt. Einn ástæðan fyrir gerði líka að ég komst ekki ræktina, ég hafði ekki tímið það, en ég mæla ekki með þessu, en það svín virkaði. Steinþór, þú myndi eiga betra ár og þetta verði þitt besta ár. Já, að því hann greiðir sér og eitthvað svona kjaftaði. Og lígur. Þetta er mitt ár. Þú lígur. Ég vil þér ánægja með. Just waiting for new. And while they're chasing dogs, we'll be dancing in the dust, 'cause we're coming through. Whenever you need me, I'm behind. Það eru Kíkó og Ella Henderson með lagið Here For You. Það var nú ekki alveg við okkur drengina núna því að við erum að kveðja. Jú samt, við vorum hér í dag fyrir ykkur. Þessi þáttur var lit. Mér að þátturinn hafa verið lit. Var kóngurinn sáttu við þáttinn? Ég var aldrei, ég fekk náttúrulega ekki stig fyrir það. Ég ætla ekki að fara að byrja að kalla mig kóngin eitt, en þátturinn var lit. En bara, svo veitur, ef þú myndir byrja á því, ég myndi elska það. Herru, ég heimta bara núna, Steindi, og Egill, annars tekur á hana punktinn. Settu núna á Twitter fyrir mig, Steindi, þátturinn í dag var lit, hashtag F9 og eldin. Já, ég get alveg gert það. Settu það bara núna. Þátturinn var lit. Ég er að horfa á þig. Ég ætla bara að setja Taktu bara síman. Þátturinn í dag var lit. Þátturinn í dag var lit. Og allir sem eru að hlusta þurfa að læka. Sko, lit, er það með stóru stöðum, bara litlira? Hvað heldur að hann veit það maður? Fertugur að segja lit. Akkur er alltaf að vera elda með 10 ári þetta. Hvaða vesen er það? Settu inn, þátturinn var lit. Þátturinn var lit. Og eldin, það verður eldur, ekki bara amatúr. Já, ég er að hendur sín. Ég vil sjá þig byrja að nota þetta orð fyrst þú varst að lofa því hérna í útvarpinu. Já, fólk getur bara að hoppa inn á Twitterinn minn og læka þetta. Ég er að koma inn eftir nokkar sekundur. En það er búin að vera virkilega gaman að vera með ykkur í dag, kæru hlustendur. Þetta var fljótt að líða klukkuna að verða 6. Vonandi ekki fínasta 13. ef að þið eru svona 13. fólk eins og Steindi. Ég held nú samt að þetta verði róleg helgi svona í bænum, eða ekki? Fólk er ekki fyrsta helgin í Jan alltaf svona frekar róleg? Já, ef ég þekki fellow 13. menn þá held ég að vera nú allt vitlaust. Samt leiðulegu mánuðin og fólk geti kannski vöku að sé bara hundlega að lífga upp á tilvörun einhvern veginn. Það er enda rétt. En já, fyrir ykkur sem ætlaði að gera eitthvað þá minn ég á Shakin' Pizza og Keiluhöllina. Það er náttúrulega basically free beer. Já, og fritt far, það er hérna, hvað segir maður, happy hour frá 9 til 11 og svo bara fritt farnir í bæ. Og rútur, King sem vil greiða rútur, það er ekki svona taxaðin í bæ. Það er ekki að kenna sér með þetta. Ég minni líka á leikin og eftir á Stöð 2 Sport. Það er rosalega leikur Tindastóll Káur og mikið ofboðslega vona ég með fullri virðingu fyrir káuringum sem er að hlusta að Tindastóll vinni þann leik. Það væri smá statement. Já, ég verði ekki hérna. Ég ætla heim að horfa. Það er rosalegur leikur og eftir. Þetta er leikur sem er að eiga sér stað á Sauðárkróki. 2 eftir liðin, eða stjarnar reyndar líka. Já, þetta er rosalega leikur, Steindi. En bara, já, góða helgi. Takk fyrir hlustuna, við verðum mættir hér næsta föstudag. Ég verð líka minna á þáttinn á sunnudaginn. Sattið að logið á Stöð 2 klukkan 8. Ég lofa ykkur eftir þrjususkemmtun. Sá þáttu verður lit. Í bara stafn maður. Menn að hætta þessu, kóngurinn. Ég ætla að byrja að kalla þig kóngin núna. Nei, slepptu því.